Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IATV í Akranes höllina. Framundan er leikur í Lengjubikar kvenna IA KR. Ég hitti Skarphéðin Magnússon stuttu fyrir leik og við ætlum að byrja á að heyra viðtalið sem ég tók við hann rétt á hann. Ja, Skarphéðin, framundan leikur í Lengjubikarnum IA KR. Hvernig er stemmingin hjá okkur akkurat núna? Hún er bara mjög góð. Við erum bara nýkomnar heim úr æfingaferð frá Salou, Spáni. Þannig að ég held að stemningin gæti ekki verið betri heldur en akkurat núna. Hvernig gekk æfingaferðin? Fékkstu það út úr henni sem þú vildir? Já, hún var mjög vel heppnuð. Við vorum heppnuð með veður, aðstæður voru mjög góðar, vellinni fínir, hótelin, annað slíkt, þannig að við gátum bæði æft og notið okkar að núti sem hópur. Lengjubikarinn hefur kannski ekki gengið sérstaklega vel, við erum frekar neðarlega, er það vonbrigði hjá þér eða sérðu eitthvað annað svona í stöðunni, svona upp á framhaldi að gera þar að segja, því að markmiðin kannski eru örugglega háleit fyrir sumarið? Já, það er búin að vera stígandi í þessu. Í fyrra unnum við alla leiki í Lengjubikarnum og mótið fór síðan ekki vel á stað, þannig að ég held að það gef ekki mynd fyrir tímabilið hvernig lið standa. Þau koma átt öðruvísi leiks þegar tímabilið er klárt og við erum reynslunni ríkari frá síðast tímabili. Þannig ég held að það sé ekkert stress yfir úrslitunum í þessum leikum, en síðustu tvær frammistöður verið mjög góðar. Móti HK var fínn fyrir hálfleikur og þar undan móti Haukum mjög vel gert, þannig að við sjáum stígandi í þessu. Leikmannahópurinn, er hann fullmótaður? Getur sagt okkur eitthvað svona nýjustu vendingar þar? Já, við erum að fá nýjan leikmann eftir páska sem aðeins með okkur í æfingaferðinni. Ali, sóknarmaður sem kemur frá Kanada og er líka alveg sterk og öflugur leikmaður, þannig að við erum mjög spennt fyrir því að æfði með okkur á Spáni, þannig að það er bara jákvætt, annars er ekkert annað að koma. En þá að leikmannahópnum eru þær frískar, náttúrulega undirbúningstímabilið alltaf svolítið þungt, hvernig er staðan varðandi meiðsli og annað, sérðu fram á að hafa fullan hóp til að velja úr þegar að mótið fer á stað? Já, núna það er engin meidd eins og staðan er í dag. Elfur er handisbrotin en er að spila. Allar eru heilar og allar úr að velja og þetta er stór hópur og mikil samkeppni bara að komast í hóp og í liðið. Þannig að það er skemmtilegt og öðruvísi heldur en það hefur verið. Unga stelpur að koma vel inn, eldri stelpur á tánum, hafa fengið Þorbjörgu nýja inn, Mikki í marki, þannig að þetta lítur bara mjög vel út hjá okkur. Glæsilegt, takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Okay. Já, Skarphéðin, sólbrúnn og sætur, beint frá Spáni. Já, Örneiti, ég er nú ekki einn hér í kvöld, heldur með mér. Aldi Silva Heimisdóttir, velkomin. Já, takk hella fyrir. Takk fyrir að fá mig. Já, það er náttúrulega eins og þeir sem hafa fylgjast með fréttum vita að þú varst nú dálítið í fréttum núna í vikunni, eða helgina. Eiginlega aðeins svo mikið, myndi ég bara að segja. Já, mesta fréttin er daginn, held ég verið. En þú ert hætt hjá KSÍ. Já. Og við getum kannski bara upplöstrað hér með að þú ert að taka við sem aðal þulur hjá IATV kannski í staðinn, eða hvað? Akkurat, já, það væri mjög gott starf, myndi ég halda. Já, eftirsótt starf, kann ég segja. Já, bara klárlega. En nei, ég er bara aðeins að færa mig sitt og breyta til og það kemur allt í ljós á morgun. Akkurat. En ég klára út aprílmánuð með KSÍ, er að fara út með 19 ára liði núna til Serbíu eftir viku. Aha. Í undankeppni EM. Erum þar að fara að spila leiki við Finnland og Danmörk og Serbíu og eigum bara flottan séns. Er að fara þar með skagamannu núna Halldóri Donna. Já. Og tökum eitt skagamann með okkur Sunnu Rún. Já, glæsilegt. Já, og svo tek ég eina lotu í viðbót, þannig að það má nú segja að ég sé nú ennþá kannski landsliðsþjálfari. Allavega svona í þessari kynningu hér. Eins lengi og mögulegt. Já, akkurat. En hér framundan, þú náð að fylgjast svolítið með kvennaliðinu núna í vor? Ég er búin að vera mjög duglega að mæta og fylgjast með og þetta live náttúrulega er búin að hjálpa manni heilan helling líka. Þóttum að sé nú ekki að nefna kannski annan miðil við IATV. Við erum það líka núna. Já, akkurat. Þannig að það hefur hjálpað manni að fylgjast svolítið með og það er uppgangur í þessu hjá okkur. Alveg eins og bara hjá Káringunum, ef við líka nefna þær. Já, akkurat. Og það er náttúrulega mjög spennandi ungi leikmenn í báðum þessum liðum og við skulum kannski bara fá leikmannahópinn fyrst hjá Skaganum. Og byrjunarliðið þar. Þar er Mikaela Íster í markinu, nummer 12, nummer 2 er Mattisson Brooks Schwarzenberger, nummer 5 Anna Þóra Hannesdóttir fyrirliði,
Númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 8 Lilja Björg Ólafsdóttir, númer 9 Erna Björt Elíasdóttir, númer 18 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 20 Elvíra Agla Gunnarsdóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, númer 23 Nadia Steinun Elíasdóttir og númer 26 Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir. Hann nefndi einmitt áðan hann Skarphéðinn að hann er með allar heilar núna. Já. Og er þetta kannski það sem að við getum, fyrir utan Milli sem að kemur til liðið eftir páska. Já. Erum við að horfa þarna kannski bara á sterkustu 11? Já, ég myndi alveg segja það. Hann vantar nú hana Völu, Maríu, sem er bara búin að vera að glíma veikindi. Já. Og annars myndi ég halda að þetta væru okkar bestu í dag. Einmitt. Mér finnst mjög líklegt að Lilja Ólafs verði á miðjunni miðað við svona uppstillinguna á þessu í dag. Hún hefur nú verið að spila sem strækjar upp á síðkastið. Já, en bæði Erna Björt og Nadia eru í liðinu. Já, sem hafa verið svona 9-10 skiptast. Akkurat, þannig að mér finnst það líklegt og hann haldi þá Sigrún út á kanti eins og hann er búin að vera að gera. Nema hann færi Sigrún út á kant og Nadia taki þá kantinn, en það kemur bara í ljós. Já, talandi unga og efnilega leikmenn, þar Nadia Steinun auðvitað og en á varamannabekknum eru líka ungir og efnilegi leikmenn hjá IA. Varamarkmaður númer 1 Hrafnhildur Helga Arnardóttir, númer 10 Tinna Björk Helgadóttir, númer 15 Tera Viktorsdóttir, númer 17 Lilja Björk Unnarsdóttir, númer 24 Þórkatla Þyrí Sturludóttir, númer 25 Birgitta Lilja Sigurðardóttir og númer 29 Athena Líf Vilhjálmsdóttir og þjálfari Skarphéðinn Magnússon. Ég ætla að viðurkenna eitt fyrir þér Aldís núna. Já. Ég er búinn að bíða nokkur ár eftir að segja varamarkmaður í dag er Hrafnhildur Helga Arnardóttir. Ég ætla bara að segja það. Hér er hún. Já, og á það svo sannarlega skilja að vera hér í dag. Akkurat. Hún Hrafnhildur, hún standi sig þvílíkt vel og hún fær mínútur. Já, við skulum vona að þetta fari vel allt saman. Hér er KR-liðið Matthildur Eygló Þórarinsdóttir í markinu. Númer 2 Rakel Gretarsdóttir, það er ungur leikmaður sem við ættum að fylgjast vel með. Anna Björk Kristjánsdóttir, númer 3, númer 9 Emma Björk Arnarsdóttir, númer 10 Katla Guðmundsdóttir og númer 11 Kara Guðmundsdóttir. Kara Guðmundsdóttir er 2010, líkt og Nadia Steinun. Já. Nei, Nadia og númer 17 er Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir, númer 20 er Makaela Sol fyrirlið, númer 21 Þórey Björk Eyþórsdóttir, númer 23 Sóley María Davíðsdóttir og númer 25 Katrín Ásta Eyþórsdóttir. Þú náttúrulega getur kannski sagt okkur meira heldur en ég. Já, þær eru búin að vera í uppbyggingu núna og við erum að sjá ekkert rosalega mikið breytt lið frá því fyrra. Þetta er mjög svipað lið og var bara í deildinni í síðustu leikjum í fyrra. Náttúrulega fengu Önnu Björk sem er náttúrulega bara þvílíku fengur að fá. Og svo eru þar með systurnar Anna, Kötlu og Köru og eru líka með Rakeli Gretas. Þetta eru svona þær sem hafa verið að tikka svolítið í landsleikina hjá yngri landsliðunum. Rakel er fædd 2009. Já, og ég hef þar á leiðandi séð mikið af þeim í gegnum tíðina og þetta eru bara leikmenn sem að allir ætti að fylgjast með í framtíðinu og vona maður bara krossa fingur að svona leikmenn verði meiðslalausir sem lengst. Það er bara þannig og út ég var að nefna núna áðan að ég væri að fara í ferð með 19. Katla Guðmunds er einmitt á leiðinni þá ferð líka þannig að og Kara nýkomin heim með 17 og svo eru þar með ungan og eflinan bekk líka sem er mjög spennandi. Þar eru Ragnheiður Guðjónsdóttir, Júlía Karitas Guðmundsdóttir, Karitas Ingvadóttir, Unnur Gretarsdóttir, Koldís María Eymundsdóttir og Salka Ólafsdóttir og þjálfari þar er John Henry Andrews og KR-liðið situr nú í efsta sæti þessa riðils ef ég man rétt. Já, þær eru búnar að spila 4 leiki, þetta er 5. leikurinn og þær eru búin að vinna 3 og gera jafntefli við HK, þannig að unnu Gróttu, unnu Hauka og unnu Selfoss líka, þannig að þær eru búnar að vera samfærandi. Já, á sama tíma er Skagaliðið í 7. sæti af 7 og í 7. sæti af 7 liðum, það er bara Selfoss sem er neðar í Lengjubikarnum og ég ræddi þetta aðeins við Skarpa áðan eins og kom fram í viðtalinu að svona hvort að þessi staða skulum við segja í Lengjubikarnum veldur honum einhverjum áhyggjum að hann sagði ekki vegna þess að á sama tíma fyrir ári síðan var Skagaliðið einmitt bara ósigrað í Lengjubikarnum og svo gekk Íslandsmótið ekkert. Já, þetta er rosalega vant með farið og maður hefur alveg svolítið
sest yfir þetta bara sem þjálfari og svoleiðis að er gott að eiga góðan árangur á undirbúningstímabilinu. Akkurat. Og en það sem er kannski jákvætt að segja með Skagaliða það að mér finnst búið að vera uppgangur í leikjunum hjá þeim núna upp á síðkastið. Já, í frammistöðunni í rauninni. Já, það eiga fína leik á móti Haugum úti og svo tapa þær við HK í áður en þær fara út. Já. Sá leikur var alls ekki slæmur þrátt fyrir 2-0 tap. Þannig að ég á von á hörku framistöðu hér í dag. Og síðan þá er búin einhver 9 daga ferð til Saló og Spáni og þar sem það æfðu bara 2 á dag. Sem var bara mjög vel heppnuð og heyrist á flestum leikmönnum þessa liðs að þær voru mjög ánægðar með ferðina sem að skipta náttúrulega mestu máli. Akkurat. Og KR veit ég líka búin að vera í æfingarferð þannig að þær eiga líka vera vel peppar og þær fóru til Tene. Já. Voru þar á sama tíma eða komu eftir IA-strákunum, veit maður það. En talandi Saló og Spáni, þá langar mig að senda kveðjur og okkur langar að senda kveðjur, vegna þess að ég er nokkuð vissum að það sé verið að þar eru hlusta og horfa. Skagamenn að horfa og ég bara, við á IATV sendum bestu kveðjur til allra stelpunnar þar, þriðji flokkur kvenna er í Saló núna og þær eru á okkur í móti þar. Og meðal annars foreldrar allavega 2 leikmanna sem eru hér í byrjunliðinu í dag og ég bara bestu kveðjur til Spánar, vonandi hafið það sem best og megi betra leiði vinna hér í dag. Lilja er á miðunni eins og þú nefndir áðan. Já, mér sýnist það og þær systur eru þarna saman frammi. Já, er það þá með 2 frammi, Sigrún úti hægra megin? Mér sýnist Nadia að vera neðar. Já, hún hefur verið líkindum, já. Hún hefur verið svona meira í 10 og svo verður forundilegt að sjá hvaða áhrif það hefur á liðsuppstillinguna akkurat þegar að Milli kemur þessi sóknarmaður, manneskja sem skoraði 77 mörk í 80 leikjum í háskólaboltanum í Kanada. Einmitt. Þannig að þær voru allavega ánægðar með hana og hún var bara flottu finisher á æfingum og verður alveg klárlega leikmaður sem að mun hjálpa okkur og nýtast okkur mjög vel. Já, en ef við tölum leikmenn sem að nýst okkur, hún Þorbjörg sem að kom frá afturheldingu, hún er búin að stíga þvílitt upp og ég hef verið ótrúlega ánægð með hana. Og hún vonandi bara eftir að eiga frábært ár í gullutreyjunni og bara frábært að fá hana. Einmitt. Og það er kannski það sem við erum að sjá með liði núna. Þú nefndir einmitt Völu Maríu áðan sem er ekki í leikmannahópnum en var náttúrulega fasta maður í byrjunarliði. Þú veist, við erum komið með núna Selmu Dögg út í bakvarðarstöðu sem hún spilaði lengi vel. Akkurat. En hvað síðan gerist þegar Vala María kemur inn, er hún hugsuð þá framar á vellinum, er hún komin í bakvarðarstöðu? Við erum komið með samkeppni stöður í liði sem að kannski hefur vantað. Það er svo hollt og við sjáum það að við erum með Sigrúnu sem er upphaflega miðjumaður út á kanti. Og það er einhverjar pælingar á bak við það. En við erum að fá meiri breytt og það er jákvætt og við erum að halda í kjarnan okkar ár eftir ár og það er líka mikill kostur. Já, algjörlega. Og eitthvað sem við erum að fá þá unga efnilega leikmenn inn á móti og það gefur okkur helling. Já. En þá er það KR svolítið sem er að sækja hérna í upphafi leiks. Mikaela Sol hér út til hægri. Það er ekki Rakel með reyni fyrir gjöfina hérna. Fer í Selmu út af. Talandi systur, Rakel á systur á bekknum og svo er önnur systurinn, hún Íris Gretas, hún er örugglega bara meidd eða eitthvað. Hún er allavega ekki á skýrslu en hún hefur líka verið að spila. Þannig að KR-ingarnir eru með marga systur sem alveg eins og við svo sem, en það er bara gaman, skemmtilega staðreyndir að fá að spila með systur sinni, alveg eins og Ebba og Nadia eru að fá að upplifa. Akkurat. Og svo er einmitt þriðja systirinn þar út á Spáni einmitt með þriðjaflokki. Já, akkurat. Og er á leiðinni. Þannig að þetta gengur stundum í ættir. Já, það er mikilvægt. Klálega, hér er það Mikki sem að spyrnir frá. Hún hefur verið að koma vel inn í Skagalið og Hún er svona, sem að maður myndi segja, kannski svolítið nútíma markmaður. Hún er alltaf gjör ólík Killing sem var síðustu 2 ár, sem var mjög hávaxinn á meðan að
og kannski einmitt það sem var kvartað yfir helst þar að hún kannski var ekki eins sterk í löppunum. Nei. Eins og nútíma markmenn þurfa að vera. Akkurat. Aftur á móti Mikki eiginlega bara algjör andstæðinnar. Sko. Já, hún bara, og hún líka, hún leiðtogi og hún að stýra þeim og hún að tala við þær og vísa þeim frá hægri til vinstri og talandi unga markmenn eins og fyrir Hrafnhildi og Sölku að fá að vera með henni held ég að sé bara ótrúlega dýrmætt og þær læra líka af því, alveg eins og að læra á markmannstjálfaranum. Sko. Það akkurat, þetta gríðarlega mikilvægt sem þú segir. Sko. Og að þessir erlendu leikmenn sem koma, að þeir séu einmitt típunar í að gefa af sér. Já, það skiptir náttúrulega öllu máli. Og maður sér það alveg. Og ekki það, ég held að Kílil hafi alveg verið þar. Já, bara klálega. Hún það eru bara mismunandi hvernig maður og hvernig maður nálgast verkefnin og svoleiðis, sko. Já, Skaginn nú búin að koma sér hérna hátt á völlinn. Selma býr sig undir að kasta inn. Finnur Nadíu og Nadia fellir við, ekki dæmt. Vildi nú fá eitthvað þarna. Ekki sem að hafa verið neitt mikið í þessu. En KR missir boltan út af aftur. Lilja Björg hefur verið að koma af því ég sé hana núna inn á miðsvæðinu sem að í rauninni kannski sú staða sem maður þekkir hana í hérna fyrir nokkrum árum síðan. Hún hefur verið að koma inn upp á topp, hún hefur verið að koma inn í hafsend, hún hefur verið svona koma inn sem varamaður. Þetta er ekki fyrsti byrjunarliðsleikurinn hennar í rauninni bara núna í vetur. Já, hún búin að vera, hún byrjaði allavega á móti HK, ég held að hún byrjaði líka á móti Haugum, en hún að koma heim, hún var að klára háskóla í Bandaríkjunum, núna bara í desember. Og hún getur kastað, hún mætt hér. Hún getur svo sannlega kastað. Kemur langt kast og Ebba tekur hann niður, boltinn dettur hérna fyrir Nadíu, Nadia rekinn í burtu og Rakel síðan. En hennar styrkleikar eru nýtast okkur mjög vel bæði framalega og aftalega á vellinum, hennar Lilju. Hún sterk og hún með frábæran fót, frábæran vinstri fót. Algjörlega. Og þannig að það verður gaman að sjá hana í svona hennar uppáhaldsstöðu, mætti ég held ég alveg segja. Já, og að vera með hana í svona sexu hlutverki, þú veist, með einmitt þennan fót eins og segir að geta skipt og með sko ekki bara hún getur sparkað langt og fast heldur líka bara nákvæmt. Hún bara góð sendingamanneskja. Mjög. Og þessar löngu sendingar frá henni geta verið bara mjög gott vopn Klálega. Þegar það þarf að halda. Klálega. En það Skaginn sem á innkasti hér. Það hiti, ég ánægð með það. Það strax bara, það eru 6 mínútur búnar og það bara mikið aksjón sem skemmtilegt. Já. Það Mattisson sem reynir að fleita þessu áfram. Nei, Ebba var það víst. Anna Þóra, finnur Lilju. Lilja með tæpa sendingu tilbaka en Þorbjörg bregst við. Langur bolti fram, Sigrún eftir. Þetta of innanlega. Sól sem heyrðir þennan. Valgerður inn á miðsvæðið, Mattisson vinnur hann, finnur Sigrúnu. Sigrún síðan skiptir yfir til vinstri. Ebba tekur hann niður, reynir að finna Erlu Karítasen. Ágætis hugmynd. Maður myndi halda það, myndi náttúrulega einmitt, já eins og ég segi, tilkoma nýs sóknarmann inn í hópinn lítur auðvitað að maður fer að velta einmitt sko, maður sér alltaf mjög líklega er hún að fara að taka einhvers konar nýju stöðu. Já. Þá einmitt spurningin sko, hver verður fyrsti kostur þá í 10, verður það Ebba eða verður henn unga Nadia? Þær gætu lent í áhugaverðri stöðu að vera jafnvel að berjast stöðu í liðinu. Akkurat, og það bara svo hollt fyrir alla að það aldrei gott að maður sé með fast sæti í liðinu, maður þarf alltaf að berjast fyrir því og það bara það sem svo gott við Skalið í dag að við erum með leikmenn sem geta spilað þessar stöður og við erum með mjög góða leikmenn til þess að spila og það hjálpar okkur bara líka upp á framtíðina því að samkeppni alltaf holl. Gleymið því ekki að náttúrulega Ebba var bara leikmaður ársins hérna í liðinu fyrir 2-3 árum síðan þegar hún fyllti skarð Samir Súleman á ótrúlegan hátt. Men hér eru KR-ingar að komast í fyrsta skotfærið og það bara mark. Kara Guðmundsdóttir. Kara
Guðmundsdóttir að snerta boltan nánast í fyrsta sinn. Og þetta gera þær systur, bæði hún og Katla, svo ótrúlega vel að þær eru með algjört markanef, ekki langt að sækja það, klálega, en hérna þær eru góðar í þessu. Já, sjáum þetta aftur hér. Sjá, hún lítur ekki einu sinni, hún veit bara að markið þarna fyrir framan sig. Hún fær furðu mikinn tíma þarna á pláss. Já, enda líka kannski aftar, hún kemur þarna úr djúpinu. Einmitt. Þetta kom svolítið upp úr þurru, mætti alveg segja. Það er bara að svara þessu. Og Skaginn vinnur boltan hátt. Kaja inn á teginn. Finnur ekki Ebbu þarna. Vel lesi á Þorbjörgu. Og nær Selma að halda þessu. Nei, gerir það ekki. Já, KR komnar yfir. Nú man ég ekki, þú manst það betur en ég væntanlega, er KR í efstu deild núna? Nei, þær eru í lengjunni, alveg eins og okkur konur. Já. Þessi riðill er einungis lengju deildarlið, þannig að þetta er hörku keppni og hérna, en það er alveg gaman að sjá það á svona undirbúningstímabili, liðin er að nota heimastelpur og er að nota ungar og efnilega stelpur og margar stelpur sem hafa verið að tikka í boxið á landsliðsæfingum og annað eru að fá mínútur með meistaraflokki. Það sem ég er að velta fyrir mér einmitt með að við horfa á KR-liðið, finnst þér líklegt að KR sé eitthvað að fara að bæta við sig mikið erlendur leikmönnum fyrir tímabil? Ég sé það einhvern veginn ekki. Tilfinningin er að KR sé að hugsa þetta öðruvísi. Já, ég held það og John er alveg þekktur fyrir það að spila á ungum leikmönnum. Hann gerði þetta vel á Víking, var duglegur að taka stelpunar upp og hérna, þær eru náttúrulega með frábæran miðjumannana Makeilu Sol og hún er búin að vera mikilvæg fyrir þær í síðustu 2 ár, langar maður að segja frekar en 1. Og þær eru með fína breytt, þær eru búin að fá hún Emma sem er á miðjunni. Já. Hún var held ég að spila fyrir Fram í efstu deild á síðasta tímabili og kom fyrir þetta tímabil. Og þannig að þær eru með flottan hóp og stelpur sem hafa spilað lengi saman. Hér er annað færi, en ná ekki að hitta þessu á ramman. Hver var það sem var komin hana, hvað er markspyrna dæmt? Ég er nú ekki viss að þetta sé rétt, en kannski getum við séð þetta aftur. Hvað gerðist þarna? Já, þetta er nú bara ágætis færi. Hérna kemur hún með keila, eða ekki? Jú. Þannig að ég held að þær eigi ekkert eftir að bæta rosalega miklu við sig. Kannski einhverjar sem er að fara að koma heim úr háskólaboltanum, maður veit það ekki. En og svo kannski einhverjar sem eru meiddar eða veikar eða eitthvað eða bara jafnvel í páskafrí, við erum bara dett inn í páskana, þannig að en ég held að þetta sé nú svona sirka liðið þeirra í sumar, ef ég ætti að skjóta á það sko. Já. Og skaliðinu, nei, það ná einhvern veginn ekki að byggja upp mikið spil, þessi löngu boltar fram eru bara skallaði tilbaka. Þá koma KR-ingar, Rakel, dæmt rangstæð. Og Matti fleytir þessu áfram á Ernu Björt. Erna Björt missir boltan. Og gera þetta vel. Kara tilbaka. Þetta er skemmtilega spilað hjá KR. Sol hérna meðan út til hægri. Þversending hérna. Lilja Björgna er að komast á milli. KR, þær vinna boltan bara hátt á vellinum enn og aftur. Og margir leikmenn inn á teig hjá Skaganum núna. Gott hlaup hér. Sóley. Og þetta skota marki hér mátt lítið og Mikaela. Við vorum vel staðsettar varnarlega þarna, fannst mér. Skiljum okkur inn í teig og
lítil hætta. Þóri Björk hérna með fyrirgjöfina en skagaliðinu gengur bölvanlega að halda boltanum. Já, það hefur svolítið verið vandamálið núna í Lengjubikarnum. Við erum búin að vera svolítið í vesenu með haldanum og hérna mig grunar allavega að þeir séu svolítið að keyra á uppspilsaðferðir sem að þeir ætla svolítið að treysta á og þessi keppni er náttúrulega til þess að prófa og reyna og hérna og þær eru að gera það og maður er alveg að sjá að þær eru að reyna það sem að er verið að setja upp á æfingasvæðinu. En þær mega alveg vera duglegir í því að spila svolítið í lappir því að við erum með góða leikmenn á miðjunni og á kantstöðunum sem eru góðar í fótbolta og þær geta tekið boltan og svo ertu með Marka Nefi, Ebbu og Nadíu báðum. Þannig að við getum alveg svolítið haldið hans betur í hann á sama tíma og við erum að reyna að byggja upp það sem við viljum byggja upp, sko. Klálega. Oft er þetta kannski líka bara að hafa örlítið meiri ró á boltanum þó að þú sért jafnvel að reyna að spila rætt upp völlin í fáum sendingum að þú veljir réttu kostina í því. Rakel er að halda þessi inn á. Kemur Þórey með boltan inn á teginn, Anna Þóra skallar hann aftur fyrir. Þórey Björk þessi, þykist ég vita að sé ættu frá Stöðvarfirði. Já, þar er þú betri, þekki betur til en ég. Já, gæti ekki betur séð en að karlfaður hennar sé hérna í stúkunni. Hann kannast aðeins við kauða. Það er nú fínt að við verum að bíða að maður sendi hérna afmæliskveðju. Nú, jæja. Já, hún Elísa Eyr, vinkona mín, góð vinkona mín á afmæli í dag. Já. Og hérna, hún reyndar hérna í stúkunni en ég ætla samt að kasta kveðju á hana hérna í beinni. Já, það má. Kemur boltinn út í teginn og Kara sýndist mér sem að sparkaði þennan tinna síðan, Þórey út til hægri, aftur. Og boltinn aftur inn á teginn, Anna Þóra nær ekki að koma þessu frá. Emma finnur samherja hér og hér kemur skot. Mattisson er á undan þessu. Skaginn vinnur boltan. Ebba vantar að finna samherja, finnur Selmu og hún finnur Nadíu og ekkert dæmt enn og aftur. Man heyrir að varamannabekkurinn var ekki sáttur þarna. Nei, þetta gat alveg verið brot. Já. Og en enn og aftur KR stúlkur með bara fínan tíma hérna til þess að aðtapna sig. Þær sita rosalega hátt uppi með fremstu þrjár. Kantarana báða og senterinn og bíða greinlega með þær og búa þannig sér til pláss til þess að sækja hratt. Já, hérna sjáum við þetta atvik sko, já, ég veit það ekki, hún kannski fer ofóðulega niður, ég veit það ekki. Já. Hefði eitthvað hérna flauta á þetta? Já. En Selma skiptir hérna fram, Erla Karitas í baráttunni, ná ekki þessum bolta, þetta er vel spilað hjá KR. Og Valgerður setur þetta upp í svæðið, Katla. Tilbaka á Sóleyju. Valgerður fær hann aftur hérna. Emma láta boltan ganga vel hérna yfir, Þórey síðan í skot. Sennilega frekar en sendingu. Ég myndi halda það. En siglir framhjá. Þær eru yfirvegar í því sem þær gera og þær eru að láta boltan rúlla vel á milli sín. Færa hann vel hérna eins og í þessu tilfelli, færa mjög vel á milli kanta. En við þurfum aðeins að fá þessu yfirvun til okkar. Já. Það er gaman að sjá hérna, hún er reyndar ekki í mynd en hún Elvíra er með frábært gifs hérna á hendinni en hún brotnaði í síðasta leik sem var hér heima. Já. Og hérna er búin að fá svona mjög flott gult utan um það. Já. Og hefur greinilega fengið leyfi til þess að þetta er ekki gifsið sem er gult, en hún er með eitthvað sem klæðir hún gifsið.
Já, ok. Líklega, eða er þetta gult gifs? Ég held hún sé með gult teip á gifsinu sjálfu. Já. Hún er alltaf búin að vera með grænt, veit ég, en hún hefur viljað taka það af sér. Já. Fyrir þennan leik og ég er ánægð með hana. Já. En þetta kallar maður ákveðna skaga hörku að mæta hérna í leik með hérna klálega gifs á hendi. Mikki kemur út úr markinu. Sjáum að Anna Þóra er mjög nálægt Köru svona alla jafna, eða var það Katla? Hvor er það sem að... Nadia gerir þetta frábærlega. Nadia tókaði í hana hérna, finnur Erlukar. Þarna. Boltinn síðan fyrir markið og smá svona klaufagangur hérna. En það ná að bæja þessu frá. Kemur Valgerður. Og róar þetta niður. Þarna kannski hérna, er þetta að vitna svolítið í það að Sigrún er vanur að vera kannski svolítið á miðjunni og hún er kannski ekki vön að vera svo sem á að keyra á fjárstöngina. Einmitt. En frábært spil og þarna náðum við að halda boltanum vel og hérna, flott sending að Kaju inn fyrir. Já. Það er nú oft líka það sem að þarf til þess að skapa pláss. Að einhver taki sér til og sigri mannin sinn. Já, það er svolítið málið. Til þess að sprengja upp eins og Nadia gerði þarna. Akkurat. Emma, sendingin frá henni beint á kollin á Selmu. ...20 mínútur liðnar, staðan 1-0 fyrir KR. Klara Guðmundsdóttir með markið. Sanngjöld staða, eins og leikurinn hefur verið? Já, ég er alveg sammála því. Við höfum ekki fengið neitt almennilegt færi. Þetta var kannski besta færi sem við höfum fengið hérna núna. Já, sem var svona næstu því færi. Já, akkurat. En hérna... Hér er eitthvað að skera. Erna Björn komin inn fyrir Sóley til varnar. Farið bara á hana hérna. Finnur Elvíru, en þetta var erfið sending allan daginn. Og það er skipting hjá KR. Greinilega skipulögð, hún er búin að vera að hita upp allan tíman. Anna Björk Kristjánsdóttir númer 3 sýnist mér vera að fara af velli. Já, hún mér sýnist það. Já, og hver er það sem kemur í hennar stað? Er þetta Koldís? Númer 13 mögulega, ég skulum sjá, fáum það staðfest samt. Já, Koldís. Jú, þetta er númer 13, Koldís María Eymundsdóttir. Þessi var öllu líkindum skipulögð og ég held að Koldís er búin að vera að hita upp hérna með fitnessþjálfaranum hjá KR núna bara síðan að leikurinn byrjaði, þannig að hérna... Já, þetta er eitthvað svona, hún hefur átt að fá 20 mínútur. Við sáum þetta í síðasta leikja meistaraflokki Kalla þar sem að Rúnar Már... Og þetta geta verið meiðsli eða bara hérna stjórna svolítið álægin á þeim sem er bara eðlilegt. Já, fínt sprettur og Elvíru. Anna Björk er ekki að yngjast í þessu. Nei, akkurat. En frábært fyrir KR að hafa hana, mikill reynslubolti og hérna mun gefa þeim þvílíkt eins og hún gerði í fyrra, svo sem. Þá spilar KR frá markinu. En þær eru með ungan markmann, KR-ingarnir í marki, Matthildur Eygló, sem er fædd 2009 og hefur verið á landsliðsæfingum. Já, ég sé ekki betur en að þeir ætli bara að treysta á hana í sumar og það er bara frábært. Okkur finnst alltaf gaman þegar ungi markmenn fá tækifæri og hérna... Og enginn varamarkmaður á bekknum, þannig að... Nei, þannig að það hlýtur að vera nema þeir séu með eitthvað sem á eftir að koma í ljós en það er bara, við erum að detta í 1. apríl á morgun, þannig að mér finnst ólíklegt að hérna... Sigrún gerir þetta vel hérna, vinnur boltan af Sóleyju og fær, hvað er þetta, innkast frekar en horn? Já, mér sýnst það. Já, þetta er innkast. Möndi ég nú halda að Lilja hljóti að mæta, er það ekki, eða hvað? Nei, ætlar hún að kasta þess inn með gifsinu, er það hægt, segi ég nú bara. Hún er nú ótrúlega þessi, hún getur allt. Já, hún lítur að vera búin að æfa þetta, getur ekki hann að veri. Já, sko. Hún kastar allavega lengra en margir. Já, ég myndi segja núna í Lilja mæta svæðið og taka, hún er komið fram hjá netinu þarna, nei. Hún geti fengið gott tillöp þarna. Og
reyndi að finna Lilju þarna, gekk ekki. Valgerður. Kara skiptir hérna yfir, þetta var tæpsendi hjá henni. Karla Karitas hérna las þetta vel. Glæfralegt þarna hjá Köru. Og Þorbjörg með sendingu fram á við. Frábær baráttu hjá Elvíru hérna. Nadia með fína hreyfingu hérna, missi boltan þó. Kemur boltinn fram á Kötlu sem hann hún var nú svolítið einmanna þarna. Já, hún var bara alein. Við sjáum að Katla í rauninni fremst í KR-liðinu. Það Sol og það svona svolítið flæði á þau núna. Nú segir Rakel Greta sér komin inn á miðsvæðið, Kara út til hægri. Já, ég held upphaflega að hún Rakel eigi nú að vera hægra megin en þær eru að rótera sem að gerir oft andstæðingnum erfitt fyrir. Þórey. Tógað þarna hressilega í Erni Björn, hann var lengi að hann ætlaði að sleppa henni. Hann var að vonast til þess að hún myndi halda í hann. Emma Björn og Erna Björn að eiga stuð þarna. Lilja með hann langan yfir til vinstri. Þarna þurfum við að leyfa okkur að stilla upp og og ef þetta ekki á að bara spila tilbaka og Kaja var í engri stöðu til þess að taka hana bolta. Og Þórey ekki vandræði með að skalla þetta frá. Skarpir að segja Sigrúnu að fara inn á teig. Hún eitthvað röfið að fara nær en hann var að reka hana aðeins ofar. Við vonum það að þau fái sama mómentu á hann. Já. En þetta var klaufalegt. Katla að sleppa hér í gegn. Sjáðu sprettin á Þorbjörgu hérna til þess að dekka þetta. Nær að þrýst henni út. Vel gert hjá Þorbjörgu hérna að stoppa þetta en glæfraleg sending hérna hjá Mattisson. Í rauninni þarna verður hún bara að hitta á samherja. Þetta áhugavert. Já, en Þorbjörg nær að loka vel á Kötlu þó hún ná ekki boltanum hérna. Hún gerir í rauninni þetta, hún eyðileggur algjörlega færi fyrir henni. Já, klálega. Þannig að hotspinna sem að kemur upp úr í rauninni að sóknar innkasti sem að Skaginn átti bara nokkur sekúndum áður. Þetta fljótt að breytast. Já. Kemur spinnan, hún lág aftur og þetta vantilega annað hotn, já. Og skipta þær spinnukonu, Sóley María mætir á svæðið. Sjáum að það enginn að pæla í Rakel þarna úti. Já, Sigrún. Áhugaverð uppstilling hérna, hvernig þær byrja þrjár hérna fyrir utan fjárstöngin og koma síðan á móti boltanum og Mikki nær að slá þennan sýndist mér aftur fyrir. Það er svolítið Arsenal í þessari uppstillingu. Já, þetta hérna áhugavert. Það að reyna að draga þær út og opna svæði fyrir framan markið. En við erum með góða skallamenn í liðinu og við eigum að leysa föst leikatriði eins og þarna. Já, Mattisson skallar frá og Sigrún séðan upp í loft. Og þarna ættu væntanlega KR konur að fá bara boltan þar sem að hann fór upp. Spila tilbaka eða hvernig eru reglurnar núna? Nei, núna held ég að bara ef þetta ekki inn í teig þá bara fáðu boltan og mega bara. Akkurat. Þetta breytist og ég held að viti voðalega fáir hvað eigi að gera í svona. Ég verði að segja það og ég hef margoft sagt það að ég er aðdáandi þess að þetta sé bara innkast. Já, akkurat. Það sé langeðlilegast einhvern veginn.
vel gert Nadia Steinun síðan inn fyrir á Erlu Karítas sem hérna komin í gegn. Og Erla Karítas fer á hægri fótinn og frábæla varið hjá Mathildi. Geggjuð sending hjá Nadiu. Þarna gerir Kaja ótrúlega vel í hlaupinu, frábært hjá Nadiu og sendingin hárrétt, en hún stígur leikmannin út í touchinu. Hún spilar þær báðar út og þetta er bara ótrúlega vel varið hjá henni. Virkilega vel varið og í rauninni Kaja gerir allt rétt, kemur sér vel á hægri fótinn, losa sig frá varnarmönnunum. Og skýtur í rétt horn og allt og bara Mathildur gerði mjög vel. Já. Og annað sem þetta gerir þessi snerting hennar til hægri, hún hægir á varnarmannum, en varnarmann kemur á ferðinni og þú veist, hún gefur í rauninni varnarmannum hann ákvörðun, sko. Það þarf hún að halda áfram og keyra hana niður. Eða gefa henni smá pláss. Akkurat, hún þarf að hika hérna til þess að brjóta ekki á henni. Sigrún með spyrnuna og þarna er skalli bara fyrir miðjumarki sýndist með Þorbjörg frekar en Anna. Já, ég held það. Sem að nær bara ekki að setja nógu mikinn kraft í skallan. Nei, þetta er Anna Þóra. Þetta er Anna Þóra. Ég held að þetta sé nú rétt hjá dómaranum, þetta var ekki horn. Ég held það líka, en þarna, þetta var sennilega, já, núna 2 mjög góð færi Skagans. Þessi leikur er ennþá bara í fullu gildi hérna. Við erum aðeins að komast inn í leikinn. Já. Erla Karítas, dæmt brotleg. Já, það er alveg hérna smá svona undiralda í þessu. Það er alltaf gaman á leikjum hjá IA og KR, sko. Sjáum baráttunni hérna. Sama hvort það sé Lengjubikar eða deild eða besta deild. Kemur Kloppi, sko. Ég er ekki samfærir. Mér finnst nefnilega þarna þessi örfína snerting, hún nær að kloppana og þar með er hún farin að snerta og þú veist, já, í versta falli engin dómur, myndi ég segja, en ég er ekki 100% hlutlaus, ég ætla að viðurkenna það. En Skaginn aðeins að koma til. Það er smá með okkur núna, sko, við þurfum að nýta það og það er komin smá, eins og við sjáum hér, nú Kaja mín orðin reið, þannig að þá þurfum við aðeins að nýta það og hérna, hún getur gert ótrúlega hluti, hún er aðeins byrjuð. Já. Þannig að Þorbjörg reynir að finna, þetta var að rauninni allt loka fyrir Þorbjörgu, hún hefði þurft að fara bara tilbaka. Valgerður kemur hérna inn á völlinn, en þessi sending ekki á neitt nema Selmu Dögg. Selma finnur Kaju, Kaja Þórey gerir vel í að trufla hana og vill þarna að það var hún sem vildi fá aukaspyrnu. Mattisson, nú, já. KR-liðið nær að loka ágætlega fyrir sendingarliðirnar. En Kaja tilbaka á Selmu. Reynir að finna Lilju, gengur ekki. Vinna boltan, Katla á Valgerði síðan aftur með slaka sendingu. Það er svo auðvelt að verjast okkur þegar við erum svona rosalega, við erum að sækja á svo rosalega stóru svæði. KR-ingarnir geta bara mannmarka okkur og það myndast svo mikið pláss, þannig að við þurfum að minnka okkur og stækka okkur síðan leið og boltinn fer á stað. Hér er Kaja að finna Sigrún, Erna Björt í hlaupinu og Kaja líka, Kaja komin aftur hér í dauðafæri fyrir skotið en það er í varamannin Koldísi. Þetta er allt annað hjá IA. Það eru mun beittari fram á við, þetta er virkilega vel gert. Gott hlaup hjá Ebbu til að opna fyrir svæði fyrir Sigrúnu og Sigrún gerir raunin allt rétt og nú nætti eitthvað, nú kemur innkastið, góða. Sigrún komin á fjær og allt orðið klárt. Þetta fer beint á kollin á Ernu Björt sem nær ekki að fleyta honum áfram. Smá vandræðagangur, Kaja orðin sjóðheit með skoti hérna en framhjá. Já, ef þetta heldur svona áfram þá fáum við IA-mark fyrir hálfleik. Já, ég held það og ég vona það að það komi smá heiti í leikinn. Sjáum aftur hérna þetta færið sem að og aftur Kaja með fyrsta snertingin, fín leggur hann á hægri fótinn, hér er það Nadia. Nadia vinnur horn hinum megin. Það hafa verið ógnandi í
spyrnunum í vetur. Já, það hefur verið svona framför. Já, eins og ég sagði á hann, við erum með marga mjög sterka gallamenn. Við erum með Selmu, við erum með Mati, við erum með Lilju. Góða spyrnur bæði frá hægri og vinstri. Já, Önnu Þóru, þetta eru sterkir skallamenn og það eru sterkar í loftinu og Þorbjörg er sterk líka. Svo er það Nadia Steinun sem tekur þetta hérna frá hægri og sjáum að Matthildur fær alveg frítt spil hérna til að byrja með allavega. Kemur boltinn inn að markinu og boltinn dettur í teignum, ekki dæmt. Og boltinn er laus. Það er ná að koma þessu frá og þá hendir Anna Þóra í eitt guldspjald hérna. Þetta var í rauninni skynsamlega gert hjá henni en þetta er ekki án. Þetta er bara það er ekki gott ef Anna þarf að fara út. En ég er áhyggjur af því að Anna Þóra hefði meitt sig í þessu. Og það eru tvær sem hafa lent saman hérna KR-stúlkur. Báðir sjúkraþjálfarar komnir inn á. Já, Anna Þóra, ég veit ekki hvort hún lenti illa á hnénu. Og hinn. En hún er að fá gula spjaldi hérna. Við sjáum þetta hérna mikill darraðadans. Og svo kemur hérna, hún náttúrulega bara teikar hana hérna og Selma líka gerir hérna. Já, ég held að Anna Þóra bæri ábyrgð á þeim báðum en það er Selma Dögg sem að tekur niður Rakel, sýnist mér. Tókar hana niður. En Anna gerir henni rétt í þessu tilfelli. Í rauninni, hún tekur bara eitt fyrir liðið. Já, og hérna velgert en mér sýnist þessi, hún var held ég að berjast við hana Emmu. Já. Hún Anna, ég held að mér sýnist þetta vera Selma sem að hlaupi Rakel bara niður, sko. Og já. Hún dettur bara á öxlina. Já. Spurning hvort það er jafnvel, hefðu verið skulda báðar guldspjald en í rauninni er það Anna Þóra, þetta er svo áberandi. Ég sýnist að vera að fara að gefa einhverjum spjald. Það er eitthvað á bekkinn, það voru einhver rifrildi á milli þeirra. Hann er að gefa John. Já, guldspjald á bekkinn hjá KR, eða hvað? Mér sýnist að hann hafi lyft spjaldinu á þjálfarann. Hann var allt annað en sáttur þarna, maður heyrði það alveg að í rauninni er þetta bara barátt boltan og það er hlaupa bara á hver aðra, hún og Selma. Ég hugsa bara að langt flesti leikmenn í stöðun hennar Önnu Þóru þarna hefðu gert það nákvæmlega sama. Hún sá að þær voru bara algjörlega að komast í rauninni þó að þetta væri framalega á vellinum frá okkur séð, þá eru þær að sleppa í gegn. Já, klálega. Anna gerir alveg rétt og Selma lendir bara í því að þær eru rauninni að hlaupa bara í sömu hlaupalínu og þær fara bara að berjast það hvor ætlar að vera undan og ef að Selma hefði bara hleypt henni áfram og ef Anna hefði ekki brotið þá eru bara komnir á 2 og 1 eða hvað, þannig að þær eru bara að taka 1 fyrir liðið og það er það sem við þurfum stundum. Og það er loksins þetta aftur komið í gang. Rakel þurfti að fara að velli eftir að hafa fengið þessa aðlýningu en vonandi getur hún bara haldið áfram. Selma skallar þetta inn á miðsvæði, Sigrún síðan, finnur Kæju á Nadia tilbaka á Sigrúnu, þetta er miklu betra. Elvíra kemur í hlaupið, sendingin aðeins og framalega. Valgerður og Sol Anna er sest. Já, Anna Þóra held ég að sé bara úr leik. Mér sýnist það hefur verið að sækja Teru. Já. Þannig að þá er Lilja Ólafs á leiðinni niður og Tera er að koma á miðjuna. Þetta er ekki gott. Nei. Já, það er hérna og fær Skarphéðinn, Nadiu og Kæju til sín, koma einhverju skilaboðum inn. Anna Þóra, fyrirliðin, virðist vera búin að vera í þessum leik. Er þetta Öklin sem er að... Mér sýnist að hún hafi teygt sig í boltan í brotinu og bara lent einhvern veginn. Ég vona svo innilega að hún sé bara að vera skynsöm og stíga til hliða núna. Já, hún allavega haltrar ekki mikið, já. En við fáum Teru. Viktors er að koma inn á og hún er búin að standa sér þvílíkt vel með öðrum flokk og mikil hlaupageta í henni, þannig að við fáum mikil mótor á miðuna og Lilja Ólafs eins og við töluðum með áðan. Hann setur leikinn í gang án þess að skiptingin fari fram. Þetta finnst mér mjög áhugavert.
og Nei. Selma kemur þessu frá og Sigrún lengir þetta. Sigrún vinnur hann aftur. Þetta brot væntanlega, já. Já, og þá lítur skiptingin að fara fram. En mér finnst þetta mjög áhugavert að hann stoppaði leikinn. Því að hún var klár, hún stóð við hliðina á honum, sko. En allavega, Tera þá að koma inn núna fyrir Önnu Þóru Hannesdóttur. Sigrún skilur þetta ekki yfir að ræða hans við hann sem bara skiljanlegt, en og Tera kemur, Lilja Björk, eins og þú sagðir, fer inn í hafsendin og Tera djúpt á miðjuna væntanlega. Já, kemur örugglega bara í 2 manna miðju með Mati. Og Valgerður tilbaka á Emmu. Hún finnur Rakel nær ekki að snúa með boltan. Kaja með boltan núna fyrir skagan. Finnur ekki samherja. Mattisson. Tera á Sigrúnu. Vel gert. Sigrún síðan fram á við. Erna Björk með góða móttöku. Reynir að leiða þetta í gegn fyrir systur sína. Nadia vinnur boltan næstu því. Kaja komin í hann fyrir skotið. Og að varna manni eða hvað? Nei. Fer bara framhjá. Já, það halda áfram það sem frá var horfið. Já, það gott. Það getur verið ótrúlega erfitt fyrir lið að missa leikmann út vegna meiðsla. Og hvað þá að missa fyrirliðan sinn sem búinn að vera... Hér Kaja að komast enn og aftur og fellur við. Reyndi að koma boltanum á Ernu Björk þarna frekar en að skjóta sjálf. Og þá kemur KR. Rakel. Mikið pláss hérna vinstra megin, vel lesið hjá Þorbjörgu. Tera sendingin aðeins ónákvæm, ætlu Nadíu þarna en boltinn út af og 5 mínútur eftir venjulegum leiktíma hérna en viðbúið að það verði einhverjar mínútur í viðbót hér. Já, þeir bæta einhverju við sko, en eins og ég var að segja á hana, erfitt alltaf að missa leikmann út af í meiðsli. Sama hvenar í leiknum það og það erfitt að missa fyrirliða út af líka. Já, klárt. Og við vonum bara innilega að Eva gerist þetta allra besta og ná henni inn á sem fyrst. Já, ekki spurning. Mikaela Sol komin inn á teginn, setur hann út í teginn en Mattisson les þetta og kemur þessu frá en það hotspinna sem að KR liðið á. Það taka stutt núna, vantar fleiri. Kara með boltan inn á fjær, Lilja skalla frá. Þetta var skringilegt. Þetta var tæft. Var þetta ekki Elvíra? Elvíra. Kemur langur bolti fram. Lilja Björk vinnur fyrsta en það ná öðrum. Rakel reynir að komast fram hjá Lilju og gengur ekki. Aftur Rakel, en hún kemur boltanum bara ekkert fram hjá Liljubjörg, það bara svoleiðis. Og enn reynir hún og hotspinna. Ég verður nú að segja bara að þessi leikur gefur svona pínu fyrirheit fyrir sumarið sem er framundan ef að lengjudeildin verður þetta búið að vera mjög fjörugur leikur. Já, og ég held að allir leikirnir sem að bæði IA hefur allavega spilað þá leiki sem ég hef séð, þeir hafa allir verið bara hörku leikir og hún er mjög spennandi lengjudeildin í sumar og Sol gerir þetta vel. Og kemur með boltan hérna inn á völlin, finnur Valgerði síðan, engin rangstaða, Valgerði síðan með boltan inn á tegi, Mattisson skallar hann yfir, endar hjá Rakel. Selma á undanni síðan og kemur boltanum út af. Kemur mættalega langt innkast,
sýnist mér. Nei, aðeins stutt. Nadia. Finnur Ernu Björt, hún tilbaka á Kæju en sendingin aðeins ónákvæm. Nadia hefur verið að koma rosalega vel inn í liði, hefur fengið mikið traust núna í vetur og hún hefur þroskast rosalega mikið sem leikmaður á sem stutta tíma og gaman að fylgjast með henni. Það er oft eins og hún sé eldri en hún er í spilamennsku. Hún staðsetur sig vel og hún er náttúrulega ótrúlega fljót og ótrúlega sterk miðað við aldur og hæð sko. Þannig að hún hefur verið að koma rosalega sterkt inn í skalið og gaman fyrir hana og gaman fyrir systur hennar að fá að spila með henni. Það er ekki langt síðan að hún Erna Björt fekk áfall þegar systir hennar kom á æfingu. Ég get alveg vottað fyrir það. Það eru kannski 2 ár síðan sem að hún var það þurfti alveg að ræða við hana að systir hennar væri að fara að koma á æfingu sko. Tera fleytir þessu áfram, kemur síðan langur bolti fram, Lilja Björg skallar hann inn á miðsvæðið, Sigrún hirðir hann þar upp, reynir að finna samherja, gengur ekki. Rakel kemur þá, fær allt of mikinn tíma þarna, kemur með boltan fyrir Elvíra, vel staðsett og skallar þetta frá Valgerði þarna. En þarna, mér hefur fundist svona á köflum í leiknum eins og til dæmis Rakel hægra megin og jafnvel Valgerður vinstra megin, það fá kannski of mikinn tíma og svona of litla pressa á sig þegar þeir eru eins og þarna fær hún að búa sig undir fyrirgjöf bara án nokkurra pressu. Þær eru að bíða með leikmennina ofalega á vellinum, sóknarlega, bæði kantarana og sóknarmennina og skapa þannig meira pláss og við lendum kannski svolítið eftir en bæði Elvíra og Selma mega vera nær þeim. Já. Þá þurfum við bara að fá meira aðstoð frá bæði Mati og... Bælega gert Nadia Steinun. Þetta var fallegt. Þarna fannst mér reyndar Kæja ekki velja réttu leiðina þarna í kjölfarið að sneri tilbaka á hvað að gera það. En venjuleg leiktími liðinn og ég myndi að halda að það væri alveg 3-4 mínútur aukalega. Kemur Erla Caritas. Finnur Nadiu. Nadia gerir þetta frábærlega, reynir að finna Ernu Björt, finnur hann ekki og fellur við og heldur hann þessum legginn á sér. Kæja á Ernu Björt, missir hann frá sér. Þær eru svolítið einar í sóknarleiknum, Kæja og Ebba, Nadia og Sigrún. Miðjan er ekki alveg að fylgja með. Nei. Og það er náttúrulega bara varnarlínan þarf að stíga ofar til þess að miðjan þóra að fylgja og við erum svolítið við þórum því ekki alveg og Rakel síðan í skot varnarmanni Sóley út í tegin en Þorbjörg kemur þessu frá. Ebba í smá kapplaupi við Koldísi. Boltinn síðan inn á tegin, Mikaela út úr markinu og grípur þetta hugrekk þarna. En já, varnarlínan okkar þarf að stíga hans betur með í sóknarleiknum. Svo við... Frábær móttaka hjá Ernu Björt. Nei, hún rétt missir hann. Og Katrín Ásta kemst í boltan, setur hann út af. Nadia nær þessu, Sigrún síðan með hann yfir á fjársvæðið. Þar lúrði Erla Caritas fyrir aftan, Selma gerir þetta vel kemur hún á Nadiu sem missir hann aðeins frá sér. Tera, móttakan ekki nógu góð heldur en það flautað hér til hálfleiks og staðan er 1-0 fyrir KR sem var á þeim tíma allavega mjög svona í rauninni sanngjarn úrslit. Já. Er ekki sú tilfinning aðeins búin að breytast svona eftir sem að liðið voru á hálfleikin? Mér finnst við líklegri ef að segja eins og er. Markið hennar Köru kemur henni bara upp úr þurru og Svo við sjáum það hún
hann gerir þetta ótrúlega vel og hérna fær hérna allt of mikinn tíma á boltan og Já, og í rauninni Mikki sér hann seint í markinu og árin, já, þetta óverjandi skot. Já, en við vonandi fáum við aðeins smá tíma í hálfleiknum til þess að tala hann saman og hérna, en það sem ég væri til í að fá frá Skagaliðinu ég væri til í að þær myndi aðeins vera samstiltar í fæstunum, sérstaklega uppspilsfæstunum sínum, þannig að varnarlínan væri að fylgja með svolítið sóknarlínunni og við erum að sjá það að þær eru svolítið einar og þá erum við líka svolítið að matcha þar í kannski sleppum við að gefa köndurnum eins og vorum að ræða áðan Rakeli og hérna Valgerði tíma á boltan ef við náum að stíga okkar aðeins ofar þannig að hérna vonandi að Skarpi sig að lesa hugsanir og hann taki þetta með þeim inn í klefa. Ekki spurning, en við ætlum að taka okkur pásu hérna eins og aðrir og koma hérna með síðara hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, ekki var langt.
Velkomin aftur í Akraneshöllina hérna með okkur Örn og Aldís Silva. Heils ykkur með og framundan síðari hálfleikur hérna í þessum æsispennandi og skemmtilega leik KR í Lengjubikarnum. Við fórum svo sem aðeins yfir fyrir hálfleikin hérna. Hvað heldur að Skarpi hafi svona lesið yfir sínu liði í hálfleik? Ég held að hann hefði nú bara sett þeim að reyna þess að halda áfram og fylgja eins meira inn á markið. Bara við hérna, eins og við ræddum á hann, við erum svolítið fámennar, við erum svolítið með bara hana Ernu og hana Nadju og svo koma Kaja og Sigrún svona í seinni skipun og við þurfum að fá aðeins fleiri inn á miðjuna, inn í teigirunni og hérna fá þannig vonandi aðeins fleiri tækifæri því að við vorum klárlega í bara smá gír hérna í lokin og þannig að vonandi að við komum bara inn með sama kraft og við kláruðum leikinn. Já, við ég hitti nú einn káring hérna í hálfleiknum og hann svo sem fór yfir að það eru ákveðin svona meiðsli í hópnum eftir hérna bæði síðustu leiki og æfingarferðina hjá þeim að meðal annars náttúrulega Mér sýnist Ragnheiður Ríkars, hún er ekki hérna. Vantar eins og þú nefndir Írisi Grétars, vantar Kamilu Diljá sem er einnig líka 0-9. Síðan er annar að því að þú nefndir markmanninn áðan. Já. Að þær eru með erlendan markmann sem kom frá Breiðabliki, þriðji markmaðurinn frá Breiðabliki. Ég er að reyna að finna hvað hann heitir. Já, en akkurat. Hún er komin til þeirra og en meiddist annarkvort á æfingu, meiddist sem sagt í æfingarferðalaginu mögulega með þeim hérna og þannig að og hefur þá ekkert spilað neina viti með þeim núna í lengjunni? Nei, ég sé til dæmis ekki, hún er nýlega komið til þeirra sennilega. Ég var einmitt að hún er ekki með skráðanleik fyrir KR í lengjunni ennþá. Nei. Ok, það er þá áhugavert. Já, en eins og þú nefndir á hann Íris Grétarsdóttir, hún meitt á kálfa ef ég skil rétt og síðan voru hérna Svo eru hérna nokkra ungar sem eru búin að vera að tikka í einhverja leiki. Já. Inga Laufi hérna 2001 með 2 leiki. Já. En þetta er mikið systur eins og við nefndum svo sem áðan. Já, skemmtilegt. Þú komst með eitt annað systkinaparið hérna. Já, það er Þórey Björk og Katrín Ásta, Eyþórs dætur. Þær eru hérna í vörninni hlið við hlið, hægri bakvörður og hafsend saman. Það er enn eitt systraparið í KR liðinu og hérna. Það er alltaf gaman. Já. Við vorum með margar systur hérna lengi og hérna það er alltaf ákveðin sjarmi yfir því að vera með hérna nokkra systur. Já, við erum með eitt par eins og við höfum komið inn á svo sem. Hafa náttúrulega þurft að gera breytingar á báðum liðum. Hér er bara Kara er ekki að sleppa í gegn en vel var hjá Mikaelu. Vel gert. Sjáum að þetta er nú kannski full einfalt einhvern veginn, hún bara finnur sér pláss en hún fer á blindu liðin á Lilju og Lilja veit ekki af henni og Selma lætur hana ekki vita af því. En Mikaela hefur meitt sig hér og allavega eitt hjarta á bekknum sem að slæri örugglega pínur hraða núna. Já, hún er allavega farin á stað, það var skokkið. Já, en ég sé hérna þumal á loft sem er góða fréttir og KR búið að taka hotnið boltinn inn að markinu og önnur hotspinnan hér. KR að byrja meiri krafti, sjálfsagt að því að við vorum að velta fyrir mig hvað Skarpi hefur sagt að því að KR byrjaði leikinn mun betur. Já. Skaginn einhvern veginn náði yfir höndinu þannig að ég myndi að halda að John myndi kannski líka hafa notað hálfleikinn til að berja svolítið í sitt við einhverjum svona akkurat, meiri krafti. Þær voru og stjórnuðu leiknum örugglega í alveg 20-25 mínútur og svo bara kom smá skagakabli og það er einhvern veginn kláruðu leikinn Skaginn frekar en KR og þannig að ég hefði alltaf aðeins stappað stálinni mína konur og geggjað bolti fram hjá Lilju og Elvíra pressar og vinnur innkast en annars er skagaliðið þannig skipað að Mikaela Íster er í markinu. Miðverðir núna Lilja Björg Ólafsdóttir og Þorbjörg, vinstri bakur Selma Dögg og hægri bakur Elvíra Agla á rinding og inn á miðsvæðinu
Tera Viktorsdóttir og Mattisson og fyrir framann hana Nadia Steinun svona í hólunni fyrir aftan Ernu Björt og út á köntunum Erla Karitas og Sigrún Eva. Það aukaspyrna hérna, þetta nú eins og hornspyrna bara. Þú varst að reyna að fá einhverja svona uppfærslu á því hvað hefði í rauninni komið fyrir Önnu Þóru eða hvað? Já, mér sýnist ekki. Hefurðu fengið einhverjar upplýsingar? Nei, mér sýnist ekki og ég vona svo innilega að hún sé ekki alvarlega meidd. Boltinn inn að markinu. En hún var vel teipuð hérna og Eva hefur verið að nýta að gera eitthvað við hana í hálfleik og vonandi bara að þetta sé lítið. Já. Vonum það besta að sjálfsögðu. Styttist náttúrulega í Íslandsmótið, þannig að já, fyrsti leikur bara núna, í bara byrjun maí. Byrjun maí, já. Þetta öllu seinna en kallaliðið, en Þær eiga fyrsta leik 2. maí á móti HK úti. Já. Það fínt að byrja inni. Maður veit aldrei hvernig veðrið í maí. Já, nákvæmlega. Maður veit nú ekki mitt, sko. Það verður mjög spennandi að sjá bara hvort að fyrsti heimaleikur þarna hlýtur að vera dæmt aukaspyrna. Nei. Ekki að þessu sinni. Vel gert hjá Þorbjörgu. Tera í baráttunni gerir þetta vel. Tera frábælega gert hjá henni. Finnur Sigrúnu. En KR vinnur boltann. En já, ég meina, það er apríl verður ekki búinn þegar Skaginn á að spila sinn fyrsta heimaleik í 3. umferðinni í bestu deildinni og ég var að horfa yfir völlin núna áðan og ég er ekki að sjá það gerast. Nei, og þessi snjór er ekki að hjálpa vellinum með okkur sko. En mér heyrist svona á mönnunum hér að þeir vilja bara spila þennan leik við Káa hér heima í höllinni og maður verður áhugavert að sjá hvort þeir fá það í gegn. En við eigum, hvað stelpurnar eiga fyrsta heimaleik laugardaginn 9. maí á móti FAL og það verður áhugavert að fá þær nýkomnar úr bestu deildinni. Einmitt. Og þær hafa verið að spila á svolítið ungu liði í lengjunni og maður veit ekki hvort að það er eftir að koma útlendingar þar eða ekki en það er gott starf fyrir austan og við erum stutt síðan ég var þarna og talaði við þá. En því miður óttast ég það, þú veist, fólk svo sem veit alveg hvaða skoðanir held ég, þeir sem að horfa ofta á ITV, þeir veit alveg svo sem hvaða skoðanir ég hef, en ég óttast það með þetta FHL sé akkurat þannig lið sem að mun styrkja sig með kannski óþarflega mörgum. Já, ég er alveg sammálaður, því miður. Eins og staðinu núna eru ekki marga komnar en auðvitað eitthvað og það þurfa náttúrulega að byggja eitthvað upp á útlendingum bara vegna þess að það eru bara ekki marga. Til að styðja við. Akkurat, og það Erna Björt vinnur boltann. Og Nadia tekur hlaupið, frábær sending. Þú þurfum að skilja hvernig teik. Kemur boltinn inn að markinu út úr Tera, það var bara beint í skoti. Nei, hún ákveður að bíða með það. Kemur sér með það hér. Allt í góðu. Matthildi, já. Fínt að klára með skoti hér. Matthildur Eygló í markinu. Síðan eru aðra leikmenn Rakel Grétarsdóttir, Anna Björk, Emma Björt, Katla Guðmunds og Kara Guðmunds. Anna Björk auðvitað Gerður Gríma, Mikaela Sol, Þórey Björk, Sóley María og Katrín Ásta og einnig hún Koldís María Eymundsdóttir kom inn fyrir Önnu Björk. Þetta er KR-liðið sem er inn á núna. Þorbjörg lyftir þessu upp hægri kantinn. Talandi kallaliðið, þeir eiga leik í bikarnum á annan í páskum. Hérna heima á móti Haugum sem að sigruðu KFR í síðustu umferð og meðal annars með 2 mörkum frá Sigurði Hrannari Þorsteinsinni. Það er alveg rétt, já. Skagamanni. Og það er sérst í að Haukar hérna klukkan 1 á annan í páskum og mér gleður mig mjög að segja. Það verður í beinni á ITV. Já, að sjálfsögður okkar fólk mætt. Já, þannig að restin af páskaegginu heim í sófa, horfa á ITV sitt. Það gerist ekki betra. Nei, ég sé ekki hvernig það ætti að verða það. En Haukarnir hafa verið, nú maður fylgist með og fjölskyldan er inn í þessu öllu saman. Já. Og Haukarnir eru búin að standa sig vel, meðal annars Sigurður og þannig að það verður gaman fyrir hann að koma heim og spila hér á móti sínu gamla liði og ég ætlar ekki að segja það að bróður hans eru ekki að fara að spila en það væri rosalega gaman ef hann myndi ná að spila á mótunum og
Klálega. Og það stemming fyrir þessu. Já, þetta verður gaman. Þessi bolti út af. Við erum nær leikmennum KR núna en við vorum í fyrrháleik og það Gerið þeim erfitt fyrir. Já, og við erum ekki að gefa þeim eins mikið tíma á boltan og við erum aðeins að stíga ofar með línun okkar og hérna sem eins og vorum að tala í fyrrháleik. Þannig að hérna, Skarpi hefur allavega sagt eitthvað í þá áttina í hálfleik. Erna Björn finnur nánast systur sína hana en það ná að hreinsa þetta frá. Við sjáum það núna að Elvíra til dæmis komin upp. Hún í rauninni að fylla inn í þetta svæði. Hann vill greinilega hafa Mattisson og Teru í 6 hlutverkunum hérna í cover á Hafsendana 2 og þá þarf bakvörðurinn hinum megin að skila sér inn í taug, annars erum við ekki nógu vel mannaðar þar og hún gerir það vel hér. Nadia tilbaka á Mattisson, frábær sending Erna Björn, Erna Karitas með fína móttöku, setur hann inn á teginn, það koma sér frá, Mattisson tekur frákast, aftur á Kaju, Kaja lyftir þessu í áttina Ernu Björn sem dæmd rangstæð, tæft var það held ég, en ef að flaggi fer á loft þá það bara lítið við því að gera. Hún snýr baki í leikmann KR þannig að hún var örugglega klók og steig hana út og hún þá dæmd rangstæð þegar að boltinn kemur. Matthildur með sendinguna beint á Sigrúnu sem að finnur ekki hins vegar samherja. Vel gert hjá Elvíru. Elvíra lyftir þessu fram á við, Nadia í baráttunni og fellur síðan við hérna en vinnur hornspyrnu með þessu. Þetta var örugglega ekki þægilegt. Nei. Herðu hún Koldi í síðan hvað hún að böndina á hérna. Já, það ekki þægilegt að lenda á þessari, já, mér langar að kalla þetta hlaupabraut en já, þetta eina sem á líkt með hlaupabraut, það efni sem þetta úr, sko. Já, þetta ekki mikið notað held ég sem hlaupabraut. Göngubraut, já, mögulega. Meira göngubraut myndi ég halda að gamla fólki sé meira að nota þetta. Ég mun kalla þetta hlaupabraut þegar það verið haldið frjálsíróttamót hérna inni. Já, eins og var planið kannski hér þegar þetta var byggt. Já, en Nadia staðinn á fætur og ætlar að taka þetta horn hér. Og flottur bolti, þetta siglir í gegnum allt og hér skot og það í varnarmann og Erna Björn áfram. Selma, boltinn dettur í teginn út til hægri á Nadiu. Nadia setur hann fast inn á markinu en beint í fangið á Matthildi sem að vill vera snögg að þessu. Erna Björn truflar hana hérna og réttilega dæmd aukaspyrna og mögulega gult spjald eða hvað, nei. Ég væri alveg til að sjá hornið aftur vegna þess að ég held að það hafi komið bakhrinding. Spurning hvort við getum fengið hornspyrnun aftur, líklega ekki. Sjáum til. En gæti alveg verið að það hafi verið hægt að flauta á þetta en hornspyrnan góð hjá Nadiu. Já, mjög svo og í rauninni í svona tilvikum þar sem að boltinn svona laus í teiknum þá þetta oft bara andlegt að vera liðið sem ætlar að keyra á hann. Akkurat, svolítið. Og það bara vera grimmari. Sigrún vinnur boltan eða hvað? Nei, hann rekkur aftur á Þóreyju. Út á Rakel. Það var víst Kara sem að fær boltan aftur hér. Frábær móttaka aftur út á Rakel. Rakel með skoti beint í Teru. Og boltinn rekkur inn fyrir og þetta engin rangstaða og mark dæmt Katla Guðmundsdóttir. Þetta verðum við að fá að sjá aftur, þetta virkaði, það var rosalega rangstöðuleikt að þessu. Og ég finn hann alveg hingað. Herðu, hann mér sýnist dómarinn vera efins, sko. Sko, þetta frábælega gert allt hérna á undan. Hérna sjáum Katla þarna. Stendur fyrir aftan Þorbjörgu. Nema þessi Selma Dögg sem að spilar hennar rétt að ég held svei mér þá. Og hér skipting. Valgerður Gríma, nummer 17 að fara að velli. Já,
ef við getum fengið að sjá þetta hægt á eftir einu sinni bara við tækifæri, væri það alveg geggjað. En mér fannst, þetta er leikmaður númer 8 sem kemur inn á, Karítas Ingvadóttir, en þetta er aftur svolítið upp úr þurru einhvern veginn. Já, klálega. En allt að fram að markinu virkilega vel gert hjá þeim, Köru og Rakel. Kara og Rakel gerðu mjög vel og spiluðu vel á milli og leta hann bara ganga hratt en þetta var eitthvað skrítið en Katla náttúrulega bara algjör strækir í sér og hún finnur nákvæmlega þessi svæði til þess að standa og felur sig í rauninni svolítið á baku í hafsendaparið og gerir þetta vel en ég eins og ég segi, væri til ég að sjá þetta aftur ef að tæknin getur gefið okkur það. Og var alveg þægilegt að vera búið að teikna línuna líka. En við kannski gerum ekki óraunhæfar kröfur hérna en Erla Karítas brotið á henni hérna og við fáum að sjá þetta aftur hérna núna. Fylgjumst með Kötlu hérna núna við vítapunktinn með Þorbjörgu. Rakel inn á Köru. Kara með frábæra móttöku, aftur á Rakel en þarna lendum við pínu að horfa bara á boltan, enginn að spá í Rakeli þarna, kemur fyrsta skotið þarna, sjáu þið, hún er rángstæð þarna, ég þarf enginn að segja mér annað. Selma getur ekki spilað hana réttstæði þessari stöðu. Nei. Selma hún er í rauninni bara nær mati ef eitthvað Selma. Já, en ég held því miður fyrir dómara tríóið að þegar við fengið þetta rangt. Sem er synd, út af því að þetta getur alveg svolítið gefið þeim smá orku og dreigir svolítið úr okkur en ég vona svo innilega að okkar konur fái bara auka orku úr svona. Erna Björt, nei, hún er framalega, já algjörlega, en það er ekkert við þess að gera, staðan er orðin 2-0 og kannski svona pínu erfiðu biti fyrir skagalið að kyngja hérna akkurat núna. Já. Fín varnarvinna hjá Þorbjörgu hérna. Kara fer í skotið, ófeimin við það. Kara Guðmundsdóttir. Spurning hvort að KR-ingar þurfi að þegar maður horfir yfir liðið hjá KR með svona mikið af ungum leikmönnum sem að sem eru bara ungir og efnilegi leikmenn sem að eflaust mörg af liðunum í efstu deild, í bestu deildinni að horfa á mikið af þessum stelpum. Hversu mikilvægt er fyrir KR í rauninni að komast sjálft upp í bestu deildina til þess að halda í kjarnansi. Þannig erum við að tala um Köru, Kötlu, Rakel, fleiri nöfnarna sem hafa verið í yngri landsliðunum, réttilega, ætlaði að leyfa mér að segja. Þú veist, ef að KR vill hafa þær áfram sem leikmenn KR, þá geta þau ekki verið í lengjudildinni mikið lengur. Eða þú veist, það er svona... Og það er bara það sem við erum að díla við hér á Íslandi, að það er stutt á milli í næsta lið og hvað þá hjá liðunum í Reykjavík, að það er ennþá styttra en hér og það er nú ekki langt síðan að KR-ingarnir voru í bestu deildinni. Það er bara langar með að segja 23 örugglega og hafa svo farið... Það var mjög snart fall alveg niður í aðra deild, er það ekki rétt hjá mér? Jú, þannig að þær hafa örugglega verið í bestu 22, lengjunni 23 og fallið niður í aðra deild því að við vorum komnar í fyrstu deildina 24 og þá hafa þær svo spiluðu við saman hér 25. Já. Þannig að það er stutt síðan og eins og KR er að spila núna þá er spennandi fyrir þær að vera í KR og það sem við sjáum hjá þeim er það að þær fá spiltíma. Hjá Skaganum, Nadia Steinun kemur af velli nr. 23 og í hennar stað kemur Athena Líf Vilhjálmsdóttir. Ein efnileg út og önnur efnileg inn í staðinn. Já, við erum með efnilegan bekk og Athena Líf er sóknarmaður fyrst og fremst svona allavega í svona fremstu þremur. Já, hún kemur örugglega bara í 10 undir hana Ebbu, finnst það mjög líklegt. Nema að það séu að fara að vera bara 2 jafnvel saman frammi, ég veit það ekki.
En allavega, sjáum hvað setur hér. Já. En eins og ég var að segja á hann með unga leikmenn og liðin í efri hlutanum að það sem að ungu leikmenni fá í liðunum í lengjunni og annar deildinni og svoleiðis spiltími og það bara svo dýrmætt á þessum aldri að fá að spila í erfiðari og betri aðstæðum og það mun bara hjálpa þeim til lengdar. Rakel gerir þetta vel en Erla Karítas skila sér vel tilbaka á Mikaelu sem setur hann hátt fram völlinn. Þetta var náttúrulega eins og við bara þekkjum hérna á Skaganum, það var náttúrulega bara tímaspursmál til dæmis með Sunnu Rún, hvenær hún færi þetta tæki, þetta skref. Og ég meina hún bara mjög gott dæmi og leikmaður sem komið með 100 pluss leiki í meistaraflokki áður en hún fer síðan í besta liðið á landinu, langar maður að segja í dag sko, og fékk mikla reynslu á því að spila í annar deildinni og lengjudeildinni. En það var allan tíman vitað að það yrði erfitt fyrir Ía að halda henni meðan að Ía væri í lengjunni. Það gengur ákveðið lengi, skilur? Það bara þannig og ég get ímyndað mér að það örugglega erfiðara eins og við vorum að tala fyrir liðin á höfuðborgarsvæðinu að halda í þessa leikmenn. En Kara og Katla og Rakel, og þú vorum að tala þær, þetta bara KR stelpur og foreldrar að spila fyrir KR og þannig að þær með KR hjarta, alveg svo okkar konur með IA hjarta og þetta bara, ég held að maður taki þetta aldrei af leikmennum Og gleymið því ekki að KR var náttúrulega stórveldi í kvennaboltanum. Já, það bara alls ekki langt síðan. Nei, við erum að bara, þegar ég að alast upp sko. Já, akkurat. Með Helenu Ólafs og Olgu Ferseth og allt bara stórkostlegt lið sko. Akkurat og þær eru bara í uppbyggingu núna og eiga ungt og skemmtilegt lið og maður vonar bara svo innilega að svona stelpur haldi eins og Sunna gerði, haldi svolítið í sitt lið og hjarta sem að það slær fyrir KR og hjálpa KR þannig að komast lengra. Kemur Lilja með spyrnu inn á teiginn. Og boltinn dettur hérna alveg niður á fjarstöngin á Þorbjörgu. Þorbjörg nær ekki að komast aftur fyrir eða hvað. Vinnur innkast líklega, já. En mér skildist á mínar heimildir úr KR herbúðunum að það sé ekki eins og við vorum að tala maður hafði á tilfinningunni að þetta yrði svolítið liðið sem við spila á í sumar og það sennilega rétt. Og það ekki á teikniborðinu að styrkja með einhverjum erlendu leikmönnum. Nema þá eins og ég segi þessum markmanni sem mér unni komin. Akkurat, og svo þessar stelpur sem eru ekki hér í dag sko. Já, og svo var ein nefnd sem Ólöf sem ennþá að spila í Bandaríkjunum í háskólaboltanum. Já, akkurat, Ólöf, hún hefur verið leikmaður fyrir þér síðustu ár og en máli bara eins og með Bandaríkjaboltan eins og við þekkjum bara hér að þær koma seint og fara snemma. Já, akkurat. Þannig að þær geta verið frábær liðstyrkur á meðan þær eru en en það erfitt að svona treysta kannski á þær til lengdar. Algjörlega. Og talandi Bandaríkjana þá eigum við náttúrulega vona á þremur, Ardísi, Mareyju og henni Dagbjörtu. Já. Og þetta var nú aukaspyrnu lykt að þessu en við hefðum viljað fá aukaspyrnu að það. Já, klálega. Og Kaja gerir þetta vel og nær að vinna boltan. Og þarna er spurning, kemur boltanum inn á teiginn, skalla frá. Tera finnur Mattisson eða hvað. Mikil barátta hérna. Það komin aftur, sami hitinn og var í fyrrháleik og þannig viljum við hafa. Sigrún á Elvíru, finnur Sigrún aftur. Hvað gerir Sigrún? Leggur hann tilbaka á Mattisson. Elvíra aftur á Mattisson. Erfið sending fyrir Sigrún að þarna. En Skaginn búinn að vinna boltan aftur. Finnur hérna Aþenu Líf. Aþena komin upp að endamörkum. Reynir fyrirgjöfn og vinnur horn. Vel gert. Mark núna frá Skaganum gæti bara hleypt þessum leik upp í einhverja vitleysu hérna. Já. Það það sem við viljum. Við viljum hafa þannig. Já, klárt. En Kaja ótrúlega góð í þessari stöðu að halda manninum frá og skýla boltanum þannig og hún gerir þetta ótrúlega vel. Nú náttúrulega Nadia farin af velli þannig að Lilja Björg sveiflar vinstri fætinum núna og
og koma þær á ferðin inn að markinu. Hér fellur Þorbjörg við. Hún hefur runnið bara. Já, Matthildur grípur þetta og kemur að sjóta á Köru. Kara gerir þetta vel. Frábærleg fótavinna hjá Köru Guðmundsdóttur hérna. Þær eru góður í fótbolta með eiga það. Já, það er ekki þetta. Og þriðja systirinn situr á bekknum, hún Karen, hún er semst ekki að spila, hún á von á barni bara núna eftir mánuð, þannig að það er mikil fótbolta fjölskylda og gaman að þær séu svolítið að haldast í hendur með þetta. Þannig sjáum við, hotspyrnuna, síðustu, sjáum hérna Þorbjörgu, þetta hefði náttúrulega verið mjög grimmu dómur en það er svona einhver snerting hana. Og hún hleypur hana klárlega niður, sko. Svo það kannski að taka það inn í reikningin, var hún í möguleika á að ná boltanum eða hvað? Akkurat. Koldís reynsar þetta frá, Selma en dómarinn hefur svolítið látið leikinn fljóta. Já, klálega. Sigrún finnur Ebbu, Ebban er að taka með sér. Aþena með henni, Aþena fyrir skoti, boltinn fyrir að varnamanni líklega, þarna boltinn er síðan laus í teiknum. Koma þessu frá, Selma eða hvað, nei, Rakel er á undan henni í boltan. Og tekur á rás hér Rakel Gretarsdóttir, Katla Guðmundsdóttir með henni á fjær, Selma nær að komast fyrir sendinguna. Rakel og gott hlaup hjá Sol með sendinguna fyrir markið. Þorbjörg vel staðsett. Vandræðagangur hérna að koma þessu frá. Og hvar endar þetta? Já, þetta endar hjá Ernu Björt sem að finnur síðan Kæju. Kæja skýlir boltanum vel hérna og auka spyrna dæmt. Nei. Þetta er náttúrulega galið, sko. En já, Aþena reynir að koma þessi inn fyrir á Sigrúnu en þarna fannst mér alveg klárt að það var brotið á Ernu Kardas. Það er rosalega fín lína á milli þess að láta leikinn ganga eða að þú ert í rauninni ekki að gera liðinu neitt greiða með því að... Nei, ég held fyrst að hann væri bara að sjá hvort það einhver hagnaður úr þessum. En hér er koma Káir, 3-3, Rakel á Köru, en Þorbjörg lesi þetta vel, kemur þessu frá. Rakel fær hann aftur hérna og Mikaela Íster grípur þennan. Maður er að hafa pínu ágjör því að það sé pínu hérna þreyta. Sjáum þetta aftur hérna, hérna er togað. Þetta er bara klárt brot. Hann er bara haldið í hana og næra að finna samherja, skilur, en það verður ekkert úr þessu. Þannig að Erna Björt með góðan snúning. Sigrún er ekki að finna Kæja þarna. Og fín vörn hjá Þorbjörgu þarna og þessi bolta út af 20 mínútur eftir að venjulegum leiktíma hérna í rauninni. Káarliðið hefur náttúrulega bara spilað seinni hálfleikinn betur heldur en að það er enduð fyrri hálfleikinn allavega. Já, það er komið svolítið inn með sama krafti og það er byrjuð leikinn og hérna þetta mark var náttúrulega klárlega að hjálpa þeim. Koma þær aðeins ofar hérna. Matthildur út til hægri og Karitas. Fín pressa hjá Selmu, Selma lyftur sinn á teiginn en þær koma þessu frá og í innkast. Katrín Ásta, nei þetta var Koldís. Selma kastar þessu inn á Kæju, fær hann aftur. Selma með hann inn á nærsvæðið, þessi lítur að enda í hornspyrnu. Og já, nú þurfum við bara að fá alvöru ógnun hérna úr þessu horni. Nú væri ég til að sjá einn góðan skalla frá henni Selmu, mákonu minni, eða ekki? Já, hún er góð í því, hún má eiga það. Já. Við höfum séð það áður. Við höfum séð það áður og við fáum almennilegt fagn líka því það skiptir líka miklu máli og hún fagnar. Sjáum. Sigrún
Hár bolti yfir á Fjær. Selma er fyrst á boltan en skallinn máttlaus. Matthildur ekki í neinu vandræðum. Þarna vantaði mörglið splæsa í einhvern hópa leikmönnum í kringum markmanninn. Þarna hefði kannski einn maður eða ein kona fyrir framan Matthildi svona gert henni aðeins erfitt fyrir. Já. Lilja Björg gerir þetta vel. Tilbaka á Mikaelu. Hún reynir að finna Aþenu, gengur ekki. Við erum aðeins á eftir núna. Já. Við þær eru að vinna fyrsta og annan bolta og við erum svolítið að koma svona í seinni skipunum. Já, svona bregðast við. Já. Þannig að nú þurfum við aðeins að hækka okkur upp. En eins og ég var að segja, mér fannst verið pínu svona eins og að væri smá þreyta. Þær komu náttúrulega bara heim úr æfingarferðinni á föstudag og í dag er, þriðjudagur. Þannig að það er stutt síðan og hafa kannski lítið æft hér heima. Já. Koldís tilbaka á Matthildi. Matthildur spilar út til vinstri, sendingin slök yfir og Sóley nær ekki að taka hana með sér. Og með sér út af væntanlega, já. Elvíra, hún kastar og kastar þessum innkostum eins og engi sem morgundagurinn. Hún er óstöðvandi í alls konar svona, hún lætur ekki, ætlar ekki að taka sér frí. Nei. Hún er náttúrulega bara að stíga upp úr krossbanda meðslum. Við erum með tvær, hana og Birnu, sem slitu krossband fyrir svolítið síðan. Já. Elvíra á tímabili 24 og Birna bara jólin í lok árs 24. Þannig að þær eru að koma tilbaka og sem er bara ótrúlega mikilvægt. Birna náttúrulega valin besti ungi leikmaðurinn eftir tímabili 24, fekk risastórt hlutverk það tímabil og bara fekk traustið og fædd 2006, Elvíra fædd 2005. Þannig að það er gaman að sjá að þær eru komnar aftur og byrjar að spila því það skiptir okkur máli. Þá koma KR stúlkur út úr þessu Caritas á Rakel. Lilja setur hann langan inn á tegin hér, Matthildur út úr markinu og það var bara reynlega óvinnalega. Þá koma þær rætt en Mattisson er fyrir Sigrún. Elvíra finnur Sigrún aftur. Terra fær hann. Kaja með pláss út í vinstra megin með henni Fær hann hér. Fara nú í árásina. Vel gert hjá Caritas í vörninni og Rakel kemur og hjálpar. Þetta var vel spilað á Skagaleginu. Við fengum smá ró og létum boltann ganga á milli okkar og Terra gerir vel og keyrir á manninn og finnur Kaju en Kaja hefði getað gert betur. Já. Það hendur þetta Þorbjörg og Katla eigast þarna við. Og KR vinnur boltann. Emma. Rakel með pláss. Caritas styður við hana. Rakel á móti Selmu, setur hann fastan fyrir Kara Guðmundsdóttir að komast í skotfæri en Mikaela ver þetta. Þær þekkja hvoraðar að verið vera ágætlega, Rakel og Kara. Þær eru vanar að spila saman og hafa spilað saman lengi. Kara er fædd 2010 og Rakel 2009, þannig að þær hafa haldist í hendur og mér reyndar mjög líklegt án þess að vita það að Kara hafi nú bara svolítið fyllt árgangi 2009 sko. Já. En þær eru góða vinkonur og spila vel saman. Já. Það voru náttúrulega í alveg opbóðslega sterkur liði Gróttu KR á sínum tíma. Gott það var ekki í fjórða flokkinu. Í fjórða flokki, já. Það lið með Rebekku Sif. Já, einmitt. Rebekka Sif sem að spila núna í Danmörku fyrir Norsjöland. Hún var þar og það lið mjög sterkt og en það samstarf er ekki í gangi núna, þannig að þær eru bara hreint KR-lið og hreint Gróttu-lið. Já, akkurat. Dæmt aukaspyrna á Aþenu, sýnist mér. Býtum við, er Birgitta Lilja Sigurðardóttir að gera sér tilbúna á bekknum hjá IA, við sýnist það gaman að því. Hún er búin að vera í þrálátum meðslum núna í töluverðan tíma. Já. Bara
sem er bara mjög erfitt að eiga við og lítið hann að gera henni að hvíla og svo þegar þú hættir að hvíla Akkurat, þá kemur það aftur. Kemur aftur, einmitt, og eitthvað sem búið að hrjá hana í mörg ár og hún kannski svona... Hefur fengið svolítið hvíldina sem hann hefur þurft núna í vetur og vonandi hún í rauninni að koma bara af því að þar ofboðslega skemmtilegur leikmaður á ferðinni. Og mikið X-faktor í Birgittu. Og þegar maður segir Birgitta á ferðinni þá hann á fleygiferðinni yfirleitt. Já, eiginlega. Ofboðslega Þannig að gaman að fá hana aftur inn í liðið og hitinn hefur hjálpað henni greinilega sem bara frábært. Já, klálega og hún að fara að koma inn á mér líklegt að hún kom inn á fyrir Kæju. Já, mér finnst það líklegt. Kæja búin að vera meidd og þetta örugglega bara fyrstu... Stingur öllítið við núna. Já, fyrstu... Vonandi það bara að þreyta. Almennilegu mínúturnar að Kæju síðan að hún meiddist bara í upphafi Lengjubikarsins. Já. Þannig að bara mikilvægt fyrir okkur að fá Kæju tilbaka og Birgitta kemur með kraftinn í liðið og... Klálega. Þetta örugglega bara fyrsti leikurinn hennar Birgittu í bikarnum. Já, ég held það. Hún spilaði bara sinn fyrsta leik, bara fyrstu mínúturnar núna bara í síðasta leik með öðruflokk. Já, akkurat. Og þá var mér einmitt orðið þegar ég var nýkomin inn á mikið opbóðslega saknaði maður þess að spretta sem hún var að taka. Akkurat. Það er virkilega gaman að sjá hana komna aftur inn á og hún á alveg klálega eftir að hjálpa liðinu ef hún helst heil. Já, bara klálega. Hún mikill X-faktor í henni og hún svona gott að geyma á bekknum og eiga svolítið inni, sko. Það er að koma smá hiti í þetta. Erna Björt ekki ánægð þarna með Sóley Maríu. Sóley allavega. Já, Sóley fær spjald. Já, þetta er spjald. Já. Ebba stígur hana út og hún bara ítir í baki á henni. Kemur langur bolti fram, ekki erfitt að eiga við þetta. Spurning hvort það þurfi ekki bara einfallega að taka bara styttri bolta úr þessum aukaspyrnum á varnarhelmingi og reyna að byggja upp öðruvísi. Þetta er auðvelt að verjast þessu. Við erum bara svolítið búin að vera í þessum vandamálum í Lengjubikarnum. Við erum svolítið mikið að senda langa bolta bara ykkur. Já, mér var bara því að það breyttist í síðari hluta fyrrjáleiksins í dag. Já, ég er alveg sammála því. Sérðu, Sigrún hérna. Þá fórum við að láta boltan ganga og færa hann frá öftustu línu yfir á miðjan fann svæði út á kantana og þannig svolítið vorum við að brjóta káringana. Ég vona svo innilega að við höfum meiri sjálfstraust og trú inn í mótið þegar við komum þangað vegna þess að við erum með mjög góða fótboltamenn í þessu liði og eigum alveg að geta... Kemur Erna Björt, að sleppa hérna í gegn. Erna Björt reynir að komast á hægri fótinn. Og Koldís fer hérna í þarna fjall. Hver er þetta? Þetta er hérna... Ég sé það ekki. Nei, er þetta Mikaela, þarna er þetta að lenda hérna saman, Birgitta og hún hérna. Er þetta... Hún fær harða byltu hérna. Er þetta Katrín Ásta? Hún færðist yfir áðan frá bakvörunum þegar þetta getur þá verið Þórey Björk. Já, eða Þórey. Þetta var hörku samstuð. Já, lendi illa og það er bara ansi mikil læti hérna þessar síðustu mínútur. En sjáum, hún er staðin á fætur. Já, það er gott. Jú, þetta er Þórey Björk sem að kemur og færðist úr hægri bakvörðunum þegar Karitas kom inn á. Þetta gefur okkur aðeins tíma til að anda núna og búið að vera smá hátt tempo núna síðustu svona 20 mínútur.
og vonandi að við bara komum sterkar inn núna og allavega fáum 1 mark og stríðum við smá og að sjálfsögðu vonum við eftir að fá bara 2. Já, nákvæmlega, en bara 1 mark til þess aðeins að hleypa þessu upp hérna klárlega, og fá smá spennu í lokina því að mér finnst þessi leikur verðskulda. Já, ég er Hann alveg bara búinn að sammála. vera mjög skemmtilegur að mínu viti. Hann er búinn að vera og bara kaflarnir á skagaliðinu sem hafa verið að láta boltan ganga eru bara búinn að vera góðir og og við myndum ekki kannski vita hvernig leikurinn þróaðist ef að annað markið hefði kannski verið dæmt rangstæða eða ekki verið mark eða en við sleppum við kannski að tala um það því að staðan er bara 2-0 og þannig eru hlutinir og Lilja með flotta sendingu yfir á Selmu. Selma, nú þarf hann að finna góða sendingan og teginn gerir það er skollenda út í teginn. Mattisson tekur frákasti fyrir skotin, það í varnamann. Og Lilja, nú láttu þetta bara vaða á markið, auðvitað maður! Já! Er þetta ekki sláið niður? Skaginn fékk á sig svona mark fyrir stuttu síðan. Já, á móti HK. Nákvæmlega eins mark sem að þetta er mark, hann er að dæma mark. Er hann að dæma markið, klárlega, Lilja Björg. Þetta er það sem hún hefur maður. Þarna nákvæmlega þetta mark kemur upp úr flottu spili sem við færum hann út á kant og Selma kemur fyrirgjöf sem það hreinsa og Lilja gerir mjög vel og kemur og bara frábært skot en ég held að hann fari í möttu. Já, sko við getum séð þetta einhvern tíðan á eftir bara lötur hægt þá held ég að við séum með bara sannanir fyrir þessu þó að sjónarhornið sé eins og það er. Ég bara hef á tilfinningunni. En Skaginn eins og þú sagði sjálfur, Skaginn fékk nákvæmlega svona mark á sig dæmt á móti HK hérna í höllinni fyrir æfingaferð. Núna kemur hiti sko, núna ætla okkar konur ekki að gefast upp. Mattisson fær gula spjaldið eða hvað, sjáum þetta aftur hérna, sérðu. Þetta er bara á miðjum og hérna kemur boltinn niður vel inn í markinu. Þetta er bara hárréttur dómur. Við hefðum nú ekki orðið sátt ef þetta hefði ekki verið dæmt. Nei, svo sannarlega ekki. Þetta er bara eins mikið mark og hérna það gerist sko. Já, Mattisson fekk gula spjaldið hérna fyrir peysutóg en núna, einmitt, við fengum það sem við vildum Aldís. Nú er bara spurning hvort við fáum meira sko. Við hljótum að fá aðeins meira sko. Þessi leikur er búinn að bjóða upp á alls konar og hérna hlýtur að enda á góðan hátt. Það er Emma með spyrnuna inn á fjær, skalla frá af Mattisson og Alvira finnur Birgittu. Birgitta, sjáum hérna, sérðu Aþenu hinum megin. Nær ekki að finna samherja hvað, jú, hún gerir það Mattisson. Finnur Aþenu líf, Aþena, hvað gerir hún? Aþena reynir að koma boltanum aftur inn og teginn gengur ekki, vinnur hann aftur en tapar honum aftur og Þorbjörg vill nú bara kasta þessu bara sjálf inn hérna. Við sjáum það alveg að uppleggi hjá Skarpa hérna fyrir leikinn hefur verið að loka svolítið á Kötlu. Þær eru búin að vera á henni allan leikinn, Anna Þóra fyrst og núna Lilja. Það gerir Birgitta lífi og hún er við það að sleppa hann í gegn Birgitta Lilja. En þarna var einmitt Erna Björt í rangstöðunni og Birgitta ætlaði að nýta sér í rauninni svoandi hátt kannski í vörninni en munaði litlu. Já, ég er sammálað þessu. Það er hvort sem að það var Anna Þóra meðan að hún var inn á eða hvort það er Þorbjörg eða hvort það er Lilja, þá eru þær alveg í bakinn og Kötlu. Já, þær hafa ekki gefið Kötlu neitt tíma og fylgja henni alveg hægri vinstri og það þarf bara með sendera eins og Kötlu. Þú ert með aðeins meiri flæðandi í Köru og kannski erfiðar að vera að fara að elta hana út allan völlin, heldur meira bara svona vita af henni en það er hægt að staðsetja sig svolítið á Köru og það er bara mikilvægt að gera það því hún er ótrúlega góð og seigin í teig. Það er hornspyrna, KR, Sóley María ætlar að taka hana. Rakel býður sér stutt, færa hann. Rakel nær ekki að koma þessum fram hjá Sigrun og önnur hornspyrna og búið að vera margar hornspyrnunar. Já. Og minni enn og aftur á leik Ía og Hauka í Mjólkurbikar karla á annan í páskum mánudaginn klukkan 1 í beinni á Ía TV. En
Það eru skemmtilegar umferðir í Mjólkurbikar karla. Já, þetta alltaf stór skemmtileg keppni. Káramenn vissilega hafa nú skemmt okkur í bikarnum undanfarin ár en þeir gera það ekki í þetta skiptið. Það var brekka í gær hjá þeim. Maður verður að segja, ég vil kalla þetta óvænt úrslit auðvitað. Þetta eitt svona, eins og ég segja, cup-set. Tapa fyrir Álftanesi sem auðvitað í 2 deildum neðar. Já, akkurat. Birgitta gefur þetta ekkert eftir Birgitta Lilja, en frábær barátta og aukaspyrna dæmd á Aþenu Líf. Já. Sjáum þetta aftur Þetta er bara barátta og boltinn sem að við farinn þurfum. jafnvel. Já. Kemur aukaspyrnan beint á kollin á Selmu. Selma finnur Teru Mattisson. Birgitta fer á stað og hún er tekin niður Þetta hlýtur að vera gult spjald. Já. Þetta er vont. Mikaela Sol að komast í bókina og Mattisson fann alveg fyrir þessu. Harkar að dasser. En það er svona þessi leikur ber pínu vottaði að það er að styttast í mót. Já, klálega. Svo sem engin ilska í þessu, hún er að reyna að leika boltanum. Ég ætla að gefa henni það og jafnvel nær að klóra í hann eitthvað aðeins en þetta er hættulegt. Það er bara komin hiti og það er bara mánuður í mót og það er allir að reyna að stimpla sig inn saman hvort það sé í sitt eigið lið eða sem einhvers konar ógn fyrir andstæðinginn. Já, ég meina þessi lið er eftir að mætast tvisvar í sumar í lengjunni, þannig að... Akkurat, þannig að þetta er bara, við dýrkum þennan tíma, það er allt að fara í gang og... Sigrún, hún getur alveg skotið líka, reynir það hér, fer í varnarmann, Selma í baráttunni. Emma skallar þetta frá, boltinn endar hjá Mattisson. Tilbaka á Lilju og Lilja yfir til hægri reyna að finna Elvíru. Gerir það nú með smá aðstoð frá einum varnarmanni eða svo. Elvíra. Og hendi dæmt á Elvíru. Það getur ekki dæmt að mannesku sem er bara með eina. Góður punktur. Já, það er eiginlega bara ekki hægt. Hún er að reyna að verja sig. Já, hvar er fríspilið fyrir að vera að spila þetta að handleggsbrotin? Hún hefði kannski frekar átt að vera með græna gifsið sitt og hann hefði þá séð að þetta væri bara... Já, við sjáum þetta ekki að þarna en kemur langur bolti hjá Káaringum. Það er Elvíra, skallar það á Sigrúnu. Sigrún með mann í bakinu. Finnur Mattisson brotið á henni. Og nú er þetta orðið alveg þannig, það er mótmælt öllum dómum og Mikaela Sol þannig alveg að passa sig hún er á spjaldi. Og Mattisson er bara helaum orðinn. Það er búið að vera, erfitt hjá henni í dag og mikið Búið að fara tvisvar sinnum aftan í hana núna á stuttum tíma. Það er búið að vera mikið fæt á miðjunni og svona 50-50 boltar og það getur oft bara verið þreytandi fyrir bæði fæturnar og að vera endalaust í kontakt. Skjótt sending síðan frá Lilju en Tera vinnur hann, tapar honum aftur. Katla gerir þetta vel, finnur Kara er að leita skotinu, finnur Rakeli, brotið á henni og er hvað? Vítaspyrna dæmd. Ha? Já, við skulum, ég ætla ekki að segja neitt alveg strax. Þarna fékk nú Rakel færið í kjölfarið. Hér kemur Kara, nálgast teginn og brotið er hér. Þetta er langt fyrir utan vítateginn. Þetta er meter fyrir utan. Hvar er aðstoðardómarinn núna til þess að hjálpa dómarum að staðsetja þetta brot? Þetta er brot, klálega, en þetta er ekki víti. Þetta er galið. Þetta er bara fyrir utan teig. Er það Kara sem að tekur víti sjálf. Já. Skorar af miklu öryggi. En þetta er ekki það sem leikurinn þurfti á þessum tímapunkti. Mark úr víti sem átti að vera aukaspyrna. Já, Þetta stingur, ég verð að viðurkenna það, alveg svo sannarlega og þetta var bara, þetta var brot, við getum alveg sagt það, en þetta er ekki víti. Já, við sjáum þetta aftur og mig grunar að dómaratríóið muni horfa á þennan leik og til þess að bæta sinn leik og við sjáum hér að þarna hefði verið rétt að líta á aðstoðardómarann
og aðstoðardómarinn hefði átt að segja með bendingu er þetta inni eða er þetta úti. Já, hún stígur ekki einu sinni ef hann eitthvað að horfa á það. Hún valla dettur einu sinni inn í teginn. Nei, ég að segja það, hún stígur ekki einu sinni eftir brotið inn í teginn, þannig að ég skil ekki hvernig hún getur verið að fá brotið inn í... Ég vona að dómarar nýti þessar útsendingar okkar til þess að rýna sjálfa sig til gagns. Elvíra yfir til vinstri á Birgittu. Birgitta skallar hann út. Tera nær skotinu, gerir það. Fínt skot frá Teru, flott sókn hjá Ía. Mér finnst Tera að koma vel inn í þetta, færa óvænt tækifæri og til að koma inn og það er alltaf erfitt, krefjandi og hefur bara leyst þetta vel í dag. Sammála því. Örugglega bjóst hún ekki svona löngum tíma. Nei, örugglega ekki og hefur verið að fá mínúti hér og þar með meistaraflokki, spilað mikið með örumflokk en hún hefur bara staðið sig vel og... Sigrún skallar hennan fram á við. Erna Björt í baráttunni, Elvíra skallar hann inn á teginn. Athena Líf reynir skoti, finnur hann ekki. Tera, Birgitta með henni vinstra megin, Tera inn á teginn. Koldís kemur þessu frá, Mattisson finnur síðan Birgittu og nær hún að halda sinni á nei, hún gerir það ekki. 3 mínútur komnar fram yfir. Aldís, ég verð að gefa þér tækifæri til þess að velja þá úr röðum Ía sem þið finnst hafa staðið upp úr í dag. Ég var mjög hrifin af Nadíu, bara hreyfingarnar hennar, það sem hún gerði. En ég verði eiginlega rosa skrítið að gefa þetta varnarmanni en ég verði eiginlega að setja þetta á bara Lilju Ólafs. Markið virkilega gott, mér ást hún skila miðjuhlutverkinu sínu vel og er búin að standa pliktina vel síðan hún færðist niður í hafsendinn fyrir Önnu og Hér er gult spjald á Emmu vantarlega, já ok. Þannig að ég held að ég ætla að gefa Nadíu shoutout en Lilju mannleiksins. Já, einmitt. Takk fyrir það. Og ég vona að þú sért sammála mér. Já, ég þarf ekki að vera sammála. Nei, já. Ég er rosa feginn að fá einhvern gest sem að getur bara séð þetta. Þegar ég kem oft bara með einhvern Tómas Steipu. Já, ég skil þig, það er gott. En allavega, Lilja, þetta er nú bara skotfæri. Ég held það bara, en mér finnst líka fyrst ég að gefa svona shoutout, Þorbjörg búin að standa sig vel og mér finnst ekkert mörkin hafa ekki... Þetta er of auðvelt fyrir Matthildi sem að kemur svo með hann langan, reynir að finna Kötlu, gengur ekki. Birgitta, fyrst á hann hérna. Sigrún. Skarpi talaði það fyrir leik, hún hefði fundist vera stígandi í frammistöðunum. Já. Ertu sammálaði að þeir séu á réttri leið? Já, klálega. Mér finnst... Vel gert hjá Athenu Líf, áhugaverð tilraun fyrir gjöður. Mér finnst við eiga meira inni í að halda okkur svolítið lengur á svona góðu köflum. Við erum svolítið bara svona jójó og við sjáum það alveg bara bæði núna í svona lok leiksins og lok fyrri hálfleiksins líka þegar við förum að láta boltan ganga eins og KR hefur gert rosalega vel í þessum leik að þá eigum við miklu meiri séns og löngu boltarnir eru góðir en þeir eru erfiðir til lengdar. Já. En ég er sammála, mér finnst meiri svona, það er meira flæði á skagaliðinu núna en heldur bara í janúar, febrúar sko. Þannig að það er alveg klálega stígandi og það eru bara að fara að toppa á réttum tíma. Já, en svo er náttúrulega líka það sem hefur kannski verið svolítið vandamáli hjá Ía kannski undanfarin 1-2 ár er að skora mörk. Og ef að þessi Milli er sá leikmaður sem að er að fara kannski að skora fyrir þær 12-15 mörk í lengjudeildinni í sumar, þá er það kannski, það mun breyta miklu líka fyrir hvernig hinliðin nálgast að spila móti Ía. Það er nefnilega málið og við eigum Ebbu og við eigum Kæju og þetta eru leikmenn sem að skiluðu okkur samtals 18 til 19 mörkum tímabilið 24. Þannig að, og svo fundu þær ekki alveg þetta á tímabilinu í fyrra en þær eiga þetta og Já, akkurat. Þannig að ég vona svo innilega að hún nýja muni bara svolítið íta undir þetta hjá þeim. Akkurat, við ætlum að rifja upp mörkin hérna áður en að við segjum þetta gott. Fyrst var það Kara Guðmundsdóttir sem skoraði þetta fallega mark hérna. Hún bara ótrúlega bara lungin að finna sér þetta svæði og enginn einhvern veginn bregst við og óverjandi skot fyrir Mikaelu. Síðan var það Katla Guðmundsdóttir sem að skoraði það sem við viljum meina sé mjög vafasamt mark. Hér nefnilega kemur sending og hún virðist vera rangstæð þarna og ég ætla að halda mig við þá skoðun. Já, það væri gaman ef að dómararnir væri með kameru á sér. En það var síðan Lilja Björg Ólafsdóttir sem að skoraði glæsilegt mark.
eins og við þekkjum. Þarna Lilja eins og við þekkjum hana. Já, þetta, Sláin inn. Þetta var ekki í fyrsta skipt sem hún gerði þetta. Og við staðfestum þetta, boltinn inni í hægri endursýningu, alveg klárt mál. En síðan var það þessi dómur hér sem að því miður bara augljóst mála rangur því miður. Brot hérna sem á sér stað vel fyrir utan teig dæmd vítaspyrna og þarna leikloki bara í rauninni. Kara Guðmundsdóttir mjög örugg á vítalínunni. En Aldís Silva, ég er rosalega glaður með að þú skildir hafa komið hérna. Já, ég var að segja við á hann og ætla að segja það bara hér. Þetta er miklu skemmtilegar en ég bjóst við. Já, þetta er engin tilvíðin en maður er búin að hanga í þessu að vera 10 ár. Þetta er 10. árið. Já. Við erum að vera að klára 10 ár hérna á ETV í nóvember. Það er bara, já, það er alveg magna. Og enn tala fólk að þetta sé besta rásin. Já. Það er, ég vil ekki segja það sjálfur en... Nei, en ég ætla að segja það sem áhorfandi og hef notað þetta mikið og þetta er bara klárlega besta rásin. Akkurat, en ég ætla að vekja einu sinni enn athygli á því að á mánudaginn, annan í páskum, klukkan 1 Haukar í Mjólkurbikar karla í beinni hjá okkur og við sjáumst þá. Aldís Silva, kæra þakkir fyrir samstarfið. Ingimar Elvar Ágústsson, Guðmundur Kort Einarsson og Snorri Kristleson, þeir lögðu sitt að mörkum hér bæði í útsendingastjórn og myndatökum. Þakka þeim kærlega fyrir þeirra störf. Sjálfur heiti Örn Arnarsson og bara óska ykkur gleðilega páska.